Já, það held ég, nú fer árið senna líðandi lok og við viljum að sjálfsögðu þakka þeim diggu samstarfsaðilum sem eru að ljúka árinu hérna með okkur. Gorilla vöruhús, ef þú ert með vefverslun, heildsölu eða bara lager yfir höfuð, þá er þjónustan frá þeim hagræðing í þínu rekstri í sinni tærustu mynd. Þau sjáum að hýsa allan vörulagerinn, afgreiða pantanir samdægurs og keyra heima dyrum til einstaklinga eða beint inn í verslanir. Nú svo er það Lavazza sem er auðvitað besta kaffi bæjarins og það er ekki bara gott, heldur líka umhverfisvænt, geri aðrir betur. Örbjörg, þar getur bókstaflega spara þér milljónir með nýri áskriftþjónustu sem að, kostar aðeins 1190 krónur. Ég myndi segja að það væri besta fjárfesting sem er í boði í dag. Nú, brauð og kóa sjálfsögðu, sjá okkur fyrir bakkelsi og passa við séum alltaf með brauð í blóðinu. Við hvetjum stjórnendur til að gera vel við sína starfsmenn í första skaffitímum á nýja ári. Alls konar pakkadílar í boði inn á síðunni þeirra. Og síðast en alls ekki síst, þá það aukakrónurnar frá Landsbankanum. Já, þar getur þú kæri hlustandi sparað þér 20.000 á hverju ári og það eru aukakrónur fyrir alla íslenska kortaveltu allt árið kring ásamt fjölda afslátta hjá samstarfsaðilum. Kæri hlustendur, gleðilegt ár og góða hlustun. Já, það held ég, það Pingjan sem heilsar ykkur þennan föstudags morgun, okkar síðasti þáttur á þessu ári og nú þegar árið 2022 er að líða undir lok, þá fannst okkur tilvalið að gera upp árið með skoðanaglöðum mönnum. 2 frábæra gestir. Já, gestastjórnendur dagsins, svo má orðið komast. Þeir eru konir til okkar Gísli Freyr Valdorsson og Stefán Einar Stefánsson, bókasalar og frumkvöðlar, Yngvi, þú hafði nú eitthvað orðað því hérna? Það er í mínum huga, það er það sem þið eru. Ofanalag eru hvað, viðskiptablaðamenn? Já. Lífskúnstnerar? Svona alls konar. Já. Hitt og þetta. Bara þið veljið. Já. Það er nú kannski rétt að benda það. Ég sendi fyrirspurn upp á Mogga og baði fá Davíð, en hann sendi okkur ykkur 2. Hann sendi bara sína bestu menn. Já, sína bestu menn. Við erum komnir hérna, með kampæjum við hönd og viltu kannski, Stefán, segja okkur eitthvað frá þessu? Nei. Þú vilt ekkert? Nei, ég vil það ekki. Nei. Þetta bara til þess að það ágætt að hlustendur sem stundum kannski hlusta þjóðmál líka, þeir kannski eru farnir að átta sig á svona ákveðnu pattern í þessu. Einmitt. Og staðreyndin er svo að við Gísli fyrir nokkru tekið á ákvörðun að við tökum ekki þátt í svona podcast upptökum nema með kampæjun. Nei, einmitt. Það er bara miklu þægilegra. Já, frábær hefð. Og svo eru áramót og kampænur þetta tengt orðjónum böndum. Yngvi bauð okkur sóta á þetta náðan og við bara hentu því í hlustum. Já, og bara, já. En kannski í sambandi við kampæjunni vil ég gera alvarlegar athugasemdir við síðasta þátt hjá okkur. Já, einmitt. Ef við ekki að byrja á að skála og svo fáum við fyrsta aðhaldið í beinni. Já. Skál. Byrjum bara á einhverjum leiðendum, Stefán. Já. Þetta er samt það sem við erum búin að vera að bíða eftir allt þetta ára. Fá loksins smá aðhald. Já, þá loksins þegar einhver hlustaði, þá kom gagnrýni strax. Ekki trós. Nei. Nei, þetta eru frábæri þættir hjá okkur og mér finnst þessi ársreikningagreining, það er eitthvað svona gallsúrt við þetta, að sitja yfir ársreikningum og ég hef notað þessa þætti á ykkur svolítið eins og þættin hennar veru Illugadóttur. Já. Það er að segja, maður sofnar mjög fljótt yfir. Við þekkjum það, við erum í þeirri kategóríu. En þið voruð að ræða jólahúsið. Já. Og þetta töluðu fjálglega reikningana þar og þetta er mjög merkilegt fyrirtæki. Já, mjög. Og það er tvennt sem ég vil gera athugasemdir við varðandi velturhraða byrða og sérstaklega byrða stýringu í kringum áramót. Því að sko af ykkar tali mátti ætla að nær öll salan færi fram í desember. Staðreyndin er svo að jólahúsið er þetta allt árið kring bara einhver jólaskrautsvítisvél. Já, það lítur út fyrir það. Fólk er bara í 20 stigi hita í Eyjafirði bara komið í jólaskap og gengur þarna út þungklifjað af jólaskrauti. Ég tala þar að betur í reynslu sjálfur. Já, ég tek undir þetta. Og með þessi glöðslaðan? Nei, og það er eins með kampæjunu og glösin. Við Gísli, við tökum alltaf glösin með okkur hver sem við förum. Við viljum ekki drekka úr þessum flautuglösum. Nei. Ég er svo nefstóri til að festa nefið í þeim. Já. Þannig að við viljum vera með þetta aðeins breiðara. Já, það eru hólkarnir, gömlu góðu. Já. Og svo er margir sem að vilja drekka úr svona þessum Gatsby-glösum sem eru svona eins og litla fuglatjarnir. Það er algjörlega bannað. Það er þannig þetta bíómyndum. Já, og það er stemningsmál, en það eyðileggur gott kampæjun. Það puffast upp öll ánganin. Við þurfum að vera með svona
glös og okkur sem að opna vínið en loka svo eftir þess að halda ángarni svolítið inni. En ekki vera að trufla mig. Þið eru að reyna að afvega leiða umræðina. Já, þið vitið að sprengjan hérna að lenda á ykkur. Handa við hodnið. Bomban. Milli augnanna. En þannig að þetta með byrða bókaldi fyrir jólin er bara fjarstæðukent. Þeir eru að moka út jólavörum allt árið. En svo það með veltur hraðan. Og þar geta með að það er dýrt að sitja byrðum annað. En gæða vörur og svona gæða framleiðsla er oft byggð á því að sitja lengi á vörum og hafa aðgengi á góðum vörum. Kampænsfélagið til dæmis situr árum saman. Við erum að taka inn vín á hverju ári sem við erum að sitja á stefnuna kannski að selja eftir 5 ár. Og þar skiptur þetta líka miklu máli að hvort að verðmætið sé að aukast við geymsluna. Það er líka latriði. Og að því við vorum að tala um kampavín og það er svona kveikti svona hugrenningatengsli á mér að hús eins og Filiponna eða segjum Charles Heidsieck, frábær hús, þau eru kannski að selja segjum 700.000 til 1 milljón flaskna út á markaðan ári. Hvað haldið að þeir séu með margar flöskur í kjallaranum á hverjum tíma? Safety stock? Nei, ekki safety, það er gæða, þetta er til að tryggja gæði. Ég ætla að segja 4 milljónir flaskna. Ef þú ætti að selja 1 milljón að það séu 4 milljónir? Já. Eins og þeir geimi 10% af framleiðslu hvers ás á hverju ári og það sé búið að safnast upp. Kannski mjög mikið. Já, ertu ekki yfirskjóta aðeins eða? Já, þetta er ævagömmul hús eða ekki? Jú. Þeir hljóta eiga bara bats frá 1980 eða 80, finnst þið það gaman? Já, eða lengra. Já, þá er þetta kannski meira. Gísli er fættur 1980, sko. Við erum enn að geima hann. Já, ég veit ekki. Segjum 7-falt meira, ég veit ekki. 7 milljónir. 10 milljónir. Já, 10. Þeir eru með 10 milljónir flaskna sem bíða og sumt af þessum flöskum sem er verið að leggja til hvílu í þessum kjöllurum núna og kjallarameistarinn eins og Cyril Brún hjá Charles Heidsieck, hann að leggja kannski segjum 700.000 flöskur til hvílu og hann veit að stór hluti af þessum stokki verður aldrei tekin upp á meðan hann lifir. Þetta er ætlað fyrir næstu, hann er núna að taka upp flöskur sem að kynslóðan á undan eða 2 kynslóðu þar á undan voru að leggja til hliðar. Þannig að ég vil bara því biðjast afsökunar á jólahúsið. En þá hjá Filiponna, það er örugglega ekki talað um veltu hraða, það er talað um bara veltu hömlun, byrða þar. Hvað lita? Menn velta aldrei fyrir sig veltu hraða, menn velta bara fyrir sig gæðum. Og það er bara þegar í þessum klassa í framleiðslu, sérstaklega á vínum, en það á þetta við fleiri vörur, þá snýst þetta, þá er svona útgangspunkturinn alltaf annar. Og þetta er bara með allan lúxusvarning þar sem að gæðin skipta ofboðslegu máli. Hvort sem það er í silkiframleiðslu eða bílaframleiðslu eða úrasmíði eða hvað það er. Og þetta er þetta bara svona dálítið önnur kategóría og væri kannski einhvern tíma gaman, ég er ekki að segja jólahúsið sé endilega svona eitthvað gourmet, en þó að það sé margt flott að finna þar. En það væri nú kannski áhugavert að taka einhvern tíma fyrir fyrirtæki sem að svona gengur út á... Liggur á byrðum sem að hækki virði. Já, hækki virði og geta jafnvel, sko, það getur komið exponential hækkanir ef árgangar reynast mjög góðir. Við tókum nú sögu að þessu með hrognin, loðnuhrogn fyrir 2 árum. Munið eftir þessu? Ég man eftir því. Já, að með hagnaðar á loðnuvinnslunar kom eftir að Frikki, vinnur okkar, framkvæmdastjóri, neitaði sérst að selja árganginn árið eftir, hún fannst verði ekki ásættalegt. Svo kemur loðnubrestur. Hann var alveg að taka séns þar líka. Já, hann tekur séns og býður og svo, 5 eða 6-faldast loðnurhrognin í verði út af því að hann var eini maðurinn í heiminum sem átti loðnurhrogn. Við ætlum að rýna í þetta og fá Frikka til okkar. Skemmtilegt að fá svona aðra sína á þetta líka. Svona eru heimsóknir okkar Stefáns, þegar við förum að heimsókja maður þá byrjum við alltaf svona á skammaræðu frá honum. Já, og við erum ekki hættir. Ég sé það, Gísli, á svipnum að þau eru strax fættir að sjá eftir að fengja ég taka hér hvern gúlsopan og fættur öðrum að kappa. Já, það er betra að vera bara fullur með að við fáum þetta. Já, ég held það. Nei, en hérna... Ein spurning með tilliti til bókhalds. Út af því að þú ert að halda þessa byrðir. Hvernig er með afskriftareglur eða ef það er hækki virðið eða annað? Er það ykkvært á einhverjum tímapunkti eða? Nei, þetta er bókvært á innkaupsverði og svo kemur þetta bara fram í gegnum
söluhagnað. Já, auðvitað, þetta bara fer út. mismunurinn, já, akkurat. En þú getur hins vegar mögulega þurft að gera einhverja breytingar að þú tryggir þessar vörur, en það nú svona, til enskan í þessum bransa gera það ekki. Já. Það svona ákveðin áhættu fíkn í því að geyma vín. Já, því að vín getur skemmst á geymslu en það getur líka orðið miklu betra. Og ég með í hirslum hjá mér meðal annars frá Filipona bara svona skemmtilegur úr 2008 árgangur á Clos de Gouas sem svona einnar ekkur árgangsvín frá þeim og þegar ég tók þetta vín inn að þá sagði sjálf Filipona forstjóri hússins við mig geymdu þetta vín gleymdu því ekki seldu lítið að því geymdu svolítið fyrir sjálfan þig en glemdu því. Ég segi, og hvað er að geyma þetta lengi? 5-10 ár? Nei. Þetta vín verður á hápunkti ferilsins í gæðum og verði 2050. Já, akkurat. Og svo hann sagði, ég verð dáinn þá, eldri maður, hann sagði, ég verð ekki á lífið ósænlega, en geymdu allavega eina flösku til 2050. Þetta eru svakalegar tímalengdir í þessum. Alveg þólinn með því. Þú ert að fara að poppa þetta þegar við verum net zero carbon. Já, búin að ná kolumnsjöfnunni að fullu, þá poppa þú eina. Skála fyrir árangrinum. Enda frussaði þegar voruð eitthvað vesen, vorum eitthvað derring út af 216 eða 40 dögum í velturhraða hjá Jólahúsinu. Hvað segir það að gjalda? Það eins gott þegar komist ekki ásækningarna hjá Kampæðishúsunum. Já, það lítur að vera hægt að fletta því upp eða ekki? Það er ekki víst. Nei, það er ekki að vera. Annað sem að mann líka dettur í hug svona með að við erum að dreipa á þessu víni, þetta er að verða fjárfestingakostur. Það er hægt núna orðið að fjárfesta í svona viskivísitölum. Ég held að séu komin að rauðvíns, gott að það er ekki kampaðins líka. Þekkirðu þetta? Já, og rauðvínið sérstaklega og reynda hvítvínið að einhver leyti hefur lengi verið álitinn fjárfestingakostur. Já, akkurat. Og það er nú meðal annars einn Íslendingur sem ég þekki sem er núna áramótin að taka við starfi sem portfóljó manager fyrir auðuga einstaklinga erlendis og heldur bara utanum vínportfóljóðu þeirra. Akkurat. Sem er kannski varðveitt í mörgum kjöllurum eða geymslum heiminn og það er verið að reyna besta nýtinguna, eitthvað vilja menn drekka sjálfur, annað selja menn áfram og eitthvað er að hækka í verði og svo þarf að kaupa inn á réttum tíma og þetta er lengi viðgengist í rauðvíninu sem getur haft mikinn geymslutíma en svo eru allra augu á einmitt kampavínu núna því að það er að koma betur og betur í ljós að það eru til kampavín sem að eldast mjög vel og sérstaklega það er að ræða kampavín sem er að koma seint á markað, það er að segja vín sem hefur verið geymt lengi á gerinu án þess að gertappin sé tekin af því og við Gísli vorum til þess að taka upp þjóðmálin í gær og þá mætti ég með flösku af 1522 Grand Cru víni frá Filipona sem er 2002 árgangur og var ekki tekin að gera fyrir 2021. Þannig að þeir byðu í 2 áratugi með að klára framleiðsluferlið og þetta eru vín sem að bæði eru óskaplega ljúfeng, þetta getur vottað það. Og þetta er svona hás, ég bara drakk svo mikið af þessu. Já, alla þessa einu flösku. Það er ekki mikið drikkjum hann að Gísli, það er svona gott að eiga hann að vinn. Og hins vegar getur verðið á þessum flöskum hækkað mjög hratt árin eftir að það kemur út. Og þetta er bara spennandi og þeir nefndi 1980 við erum að taka einn flösku frá Piper Heidsieck sem eru 1971 árgangur 1982 árgangur og þykir mikið losæti. Ein pæling, hvað er þetta að geyma þetta? Máttu segja það? Það er ekki gefið upp. Það er ekki gefið upp. Ekki gefið upp? Nei, að sjálfsögðu ekki. Það var að segja þetta verði ekki tryggt. Já, akkurat. Maður sá bara dollaramekkin í augunum á okkur. Nei, ég var nefnilega búin að heyra að það væri svona rauðvíns specialized geymslur einhvers staðar niður í bæ. Ég var að velta fyrir mig hvort þú væri þar eða hvort þú væri með eigin. Engar slíkar geymslur getur rúmað allar lagar. Já, ok, það er þannig. Nei, þetta bara þarf að geymast við góðar aðstæður. Mestu máli skiptir að það sé jafnt og stöðugt hitastig og að þetta sé varið fyrir geislum sólar. Sólarljós fer mjög illa með allt vín og sérstaklega kampavín. Þannig að þetta þarf bara að vera geymt með tryggilegum hætti hvað það varðar. Það vita ekki margir en hluti af hernaðar uppbyggingan og Keflavíkurflugvelli er einmitt fyrir þessar geymslur. Já, menn halda að þetta sé Bandaríki. Já, út á Ásbrú? Já. Nei, þetta er kampavínsfélagið sem stendur fyrir stórum hluta þessar framkvæmda. Já. En heyrðu, eigum við að byrja á
líta eins yfir árið. Já, Verstu 5 Já, viltu fjárfestingarkostina. tala um eitthvað annað líka? Já. Ok. Við náttúrulega settum inn á Facebook-kópin okkar Dýpinn og Bingjan Já. og vorum að spyrja fólk hvað það var svona helst sem að við vildum ræða. Það var þarna kryptó, það var mjög vinsælt. Ásgeir, seðlabankastjóri líka. Kannski kryptó, þekkið þið eitthvað inn á þann markað? Rafmyntamarkaðinn? Mannlega séðan svolítið svona hrapa nokkuð hratt síðast árið og kannski 2. Sko, þetta hefur einhvern veginn, sko, eru margir sem þekki þetta sem að, maður sér, þú veist, það eru nokkri sem eru mjög duglegir í því að tala um kryptó og þetta virðist svona lítill hópur samt, sko, er það rámt mat hjá mér? Nei, ég myndi ekki... Nei. Já, sko, þetta svona dálítið hávær minnihluti oft, sko. Já, það mætti alveg setja þetta þar. Já. Ég þekki nokkra sem að fóru snemma inn, sko. Já. Og þeir sé snemma að meina kannski fyrir svona 10-12 árum, þú veist, þegar Bitcoin var að koma fyrst fram og hafa hagnast vel á því. Ég held að þetta sé ekki, ég held að það verði mjög langt í það að rafmyntir verði svona almenn, hvað ég segja, viðskipti fyrir almenning, sko. Og ég að bera saman við, sko, við höfum sér mikið af almenningi koma inn á hlutabréfamarkað síðustu 2-3 árum. Sem bara frábært, en ég ekki að sjá það gerast í rafmyntum einhver leiti, kannski yngra fólk, jú. Já, ég held að það sé líka stóri galli við þetta, þegar þetta kemur fyrir 10 árum, þá átti þetta einhvern veginn að replace allt, þú veist, þetta átti að replacea greiðslukortin, Visa, Mastercard, þetta átti alltaf að vera að fara á hausinn fyrir 2022. Og við erum ekki ennþá byrjuð að geta nota þetta bara til að kaupa brauð út í búð, sko, eða Lavazza í krónunni, sko, þannig að þegar það fyrir að koma, þá fer maður kannski að sjá tækifærin. En 2022 reyndar ekki liðið. Nei, já. Það er ekki útilokað að þessi gerst. spádómur raungerist. Kemur eitthvað stórt á morgun. Ég held að líka annað, ef ég má skjóta það, sko, með rafmyntir, að sko ef svona einfaldri mynd, fallir á þessu ári, það er engin ein útskýring á því. Og það held ég að fæli fólk enda meira frá því að, þú veist oftast af hverju hlutabréfamarkaðir hrynja, eða skuldabréfamarkaðir, eða það gerist eitthvað, það stríð eða eitthvað farsótt eða hvað sem það eða bara lausafjárkreppa eða við vitum af hverju vaxtahækkanir eða já, þú veist, við vitum af hverju hrunið 2008 varð og svo framvegis og en það er engin ein svona haldbær skýring sem að fólk út í bæ skilur rafmyntir, af hverju það er sveiflast mikið í verði og af hverju það er til þess að hafa lækkað mjög hratt núna. Ég keypti dálítið Bitcoin 2011 og 2012. Ok, hvað kallar þú dálítið? Þetta spyrum upp að þér? Já, neða, bara er þetta 3 eða 5 eða 40? Já, þetta var eitthvað svona Bitcoin og Gæti úrst að blurra þetta út. Þetta er svona eins og með staðsetningu vínsins. Ég var að segja það, sko. Er eitthvað fleira sem þú vilt vita? Já, ég held að skatturinn hafi meira áhuga á Bitcoin-eigninni heldur en... Já, en sko, þeir keypti þarna fyrir orðgóðs vinnar sem hefur farið djúpt inn í þetta og þekkir þetta skilur. Ég verð bara viðurkenna að sama hvað ég er eini, sama hversu margar greinar ég les eða reyna að krösa þetta, ég bara skilir þetta. Þessar bálkakeðjur og allt þetta? Nei, ég bara er ekki nógu vel gefinn til þess. En þeir segja, og svo hittir maður menn stundum bara í heita pottinum eða í hagkaupið eitthvað og þeir eru sko viti sínu fjær, þeir eru búin að þetta er svona svo uppgöta eitthvað stórt leyndarmál og þá verða menn svo sannfærðir. Og það er alltaf leið, sko, þeir mega alveg láta svona svo lengi sem ég græða á þessu. En það hefur þetta ekki alltaf gengið þannig, þetta hefur verið svona upp og niður. En ég held líka að Gísli segir sko við höfum ekki einhverjar skýringar á því af hverju þetta lækkar. Sko það er alveg augljóst að það hefur verið röss á þessu markaði sko. Það hefur myndast algjört gullgrafar æði og það held ég hafi ekki gert tækninni og möguleikunum sem að henni fylgir neitt greiða. Það kemur á, þú veist, það er svona ákveð óorð sem kemst á þetta. Þetta er fyrirbæri sem á eftir án efa hafa marka okkar framtíð með einum öðrum hætti, en ég held að það verði ekki í svona gullgrafara æði. Það eiginlega má ekki verða þannig. Það eru sjálfsagt ekkert langt í það að það verði, af því að þið töluðum að vest út í búð sko. Ég held að það sé mér stutt í það að það verði einhvers konar þannig lausning, hvað sem heitir afmyndir eða eitthvað annað, að það verði svona þessi hefðbundnu kannski kreditkort og launareikningar og þetta, það er einhver umræðar, ég veit það sko, en þetta mun breytast með hratt held ég á næstu svona 5-10 árum. Já, það hlýtur að gerast sko. Og hvort þetta verður lausnin, það var eftir að koma í ljós. Annað náttúrulega er öryggið, þetta átti alltaf að vera rekjanlegt. Það var svona þetta átti að vera decentralized, þannig að engin einn hefur stjórn. Svo sjáum við bara hvert falli á fætur öðru í kauphöllunum og hvað varð
rafmyndirnar, þær finnast ekki sko. Einmitt. Hvað er það núna FTX? Það finnast ekki 15 miljardar bandaríkjadollara og allt er reykjanlegt. Þannig að maður Þannig að þetta er eðlilega svona- setur já. spurningamerki við þetta. Akkurat. Heyrðu, á ég ekki að rúlla fyrstu topp 5 verstu fjárfestingakosti í þess ás? Jó. Svo förum við í listan. Endilega. Aðeins til að hita ykkur upp. Já. Er það ekki? Já, hvað með það? Sko, og ég fann þetta á hérna... Topp 5 að mati ykkar eða? Nei, sko, þetta heitir allt. Þetta er postlisti sem er mjög mikið að tala um svona alternative investments. Ok. Hafa verið að fjárfesta meðal annars í víni, voru þarna þegar stóð hæst, voru að kaupa sko Pokémon kort og svona sem voru að betta á þetta hækka. Og þau tóku saman hennar skemmtilega lista að þeirra mati 5 verstu fjárfestingakostir þess ás. Og þau senda hérna efst á blað gull og svona hluta til held ég þetta sé í hæðinni, en þessu er hent þarna inn og helsta ástæðan er svo að svona síðastliðin ár þá hefur alltaf verið haldið fram að gull haldi í við verðbólgu. Svo er núna fyrsta árið í hvað, það er bleið 40 ár í Bandaríkjunum sem að við förum í 9-10% verðbólgu og gullið er búið að lækka 1% í 10% verðbólgu. Þannig að það er ekki búið að lækka meira en sem nemur tækni eða mörgum öðrum fjárfestingaflokkum. Það er svona benda á það að þessi mantra með að gulli haldi alltaf í verðbólgu, það hefur svona fallið sjálft sig á þessu ári. Þannig að það er gullið, eða ég eitthvað í gulli? Nei. Ertu ekki með hring þarna á gulli? Það var reyndar. Þetta er ekki fjárfesting. Nei. 20 ára gamla hring. Já, það er fjárfesting. Já. Og góð fjárfesting. Mjög. Já, þannig að gullið, það heldur... Gull er auðvitað líka táknmynd hins óforgengilega. Ástæð þess að gull hérna er svona verðmætt er auðvitað að það endist lengi er nánast eins og eilíft í augum mannsins og það er líka verðmættara heldur en silfrið og fleiri aðri slíki málmar vegna þess að það fellur ekki á það. Og þannig á það eru með hjónabandið, er það ekki? Það er til þessi stofna til eilíðar nóns og það á ekki að falla á það. Já. En allavega, 1% drop. Já. Og ég held þessi sé aðlega hendin til að skjóta að þetta hafi ekki haldið í við möntruna. En er það samt ekki lítið gott að hafa verið með fjárfestingu sem að lækkaði bara 1% árinu? Jú, það er síðan hitt að 1% lækkun á safninu við þetta ár er örugglega bara nokkuð gott sko. Hefur hluthafarnir í Marel ekki vilja vera bara með gull? Já. Ég er hræddur á það sko. Fyrir ekki hann vélarnar. Númer 2, kryptó. Já. Og hérna tek ég bara smá sögu og vöndla þessu inn í hinn listan sem við erum með. Fólk vildi fá yfirferð á hvað gerðist með kryptó á árinu. Við snertum þetta lítilega á þann og hérna stutt tímalímuna. 30. mars, Norður Kórea hakkaði eitthvað sem heitir Ronin Network og stal 550 milljónum bandaríkjadollara í Bitcoin af þessu Ronin Network. Það er svona talað að þetta var fyrsti skellurinn á árinu. 7. maí, Terra og Luna falla. Og við fórum nú nokkuð ítalega yfir þetta í þætti í maí, en í grunninn var þetta það þetta voru 2 myndir, önnur átt að vera, handberi tungls og hinn sólar. Já, þetta var eitthvað svona myndlíking. Já, að standa á rafmyndafæti hvor annari, en stóð í rauninni á brauðfæti og fjallu þarna bara úr $100 niður í 1 á held ég bara innan við sólarhring. Þetta var 7. maí og það er talað að þetta er dóminókuppurinn sem kom krassin af stað. Þetta er rauninni upphaf vetursins kalda í kryptó. 12. júní, sem sagt mánuð eftir Luna, þá fellur Celsius, sækir gjaldþrotaskipti, kannastu það. Celsius var svo rafkauphöll sem hefði verið að borga langhæstu vextina og voru í einhverjum tilfellum að borga 8-10% vexti á Bitcoin. Sem að mjög margir áttu erfitt með að skilja þegar að vextir voru ennþá bara 1-2% eins og hérna í Bandaríkjunum. Þannig að hvernig komast þeir upp með 8-10? Það er náttúrulega fjallum sjálfsig. Í kjölfarið fjallum mjög margar síður sem voru tengdar inn á Celsius og höfðu verið að lána fyrir þessum vöxtum. Og má þar nefna rafvóguna sjóðin svo Maker, Compound, AF, Genesis, Galaxy Digital og 3 Arrows Capital. 8. ágúst þá tekin ákvörðun að banna Tornado Cash í Bandaríkjunum og þetta var svo kallega mixer eða það sem tók rafmyntir frá mjög mörgum öðrum og þvættaði og færði í veski. Og það er talið að þetta hafi líka stuðlað því að eitthvað af þessum síðum sem hafi í rauninu verið að fela hvert peningandi voru að fara þeir áttu erfiðar með það eftir þetta. Svo er það náttúrulega The Golden Boy sjálfur sem fellur 9. nóvember, langstærsta fallið til þessa og það var í rauninu bara eitt nafn sem stóð upp úr
allt þetta ár og það var Scam Bankman-Fried frá FTX og Alameda Research. Og hann verður svona andlit rammítarnar einhvern veginn. Já, og hann var sko í raun andlit endurreisnarinnar á þessu tímabili þegar allir aðrir að falla út af því að einhverju hluta vegna gat hann alltaf stigið inn og keypt upp eignirnar. En það sem hefur komið í ljós eftir á var að hann var í rauninni bara að tryggja sér aðgengi að akkántum sem að áttu skuldir á hann sjálfan. Þannig að hann var í rauninni bara alltaf að vöndla þess inn undir sig. Þangað til á endanum kom bara í ljós að keisarinn var kviknakin þarna bakvið Alameda og FTX út á Bahamas. Sem að smitast meðal annars inn í bandarísk stjórnmál og fleira sko. Þetta er mjög vandræðalt mál fyrir vestan. Já, akkurat. Og svo hefur náttúrulega komið í ljós það sem að fylgdi alltaf sögunni var að hann var eitt stærsti bakker demokrataflokksins. Síðastliðin 2 ár held ég. Og svo núna þegar hann var bustaður og er að fara á Twitter Spaces og tjá sig opinberlega þetta, þá segir hann að hann setti alveg mikið pening í Republikana flokkin. Hann vissi bara að hann myndi ekki fá sama PR að því að segja frá því. Þannig að þetta er eitt stærsti bakker bandarískrar pólitíkar síðastliðin 2 ár. Þú nefnir að þetta sé sko andlit kryptósins sko, þetta er náttúrulega ekkert smá andlit. Já. Og bara þegar maður sér hann einhvern veginn þarna búið að grípa hann glóðvolgan að maður spyrir sig, sko, hver treysti þessum manni? Og svo tegir þetta sig ekki bara inn í pólitíkina og annað, fjölskylda hans er í stórkostlegum vandræðum, er ekki foreldrar hans, þau eru bæði lagaprófessor við Stanford Háskóla og þau eru hluti einhvern veginn af þessari svikamilla allri búið þarna í einhverju höll sem að hann hafði verið keypt fyrir féviðskiptauna. Já, þannig að þetta er að teygja sig víða þetta hneykli. Svo var líka hérna núna þegar hann var loksins framselt til Bandaríkjanna frá Bahamas að hann, hvað segir maður á íslensku, postaði bail, reiddi fram tryggingafé, hæsta trygging sem að hefur verið farið fram á í sögu bandarísku réttakerfis, $250 million. Já. Og ætli þetta sé ekki bara eins konar veðsetning, þau settu húsið upp í held ég sem eiga hérna einhver stærri San Francisco og svo fylgdi ekki sögunni að einhver ónefndur hafi stigið fram og sett auka fjármagnin líka peninga sko. Algjört hafari bara. Já, en það er þannig að þú þarft vist bara að sitja 10% af fjárhæðin út sko. Já. Þannig að ekki nema, þetta er ekki nema 3,4 milljónir. Já, akkurat sem að þau þurft Erla Bolladóttir hefði getað borgað þetta. Það sem að eftir að gerast í þessu máli er að sko andlit fórnarlambanna á eftir að koma fram. Já, algjörlega. Þú veist, maður sá hérna bara dottat mér hérna, muni ekki eftir gæðinum, ég þarf ekki Maddox. Jú, hérna, Bernie Madoff. Já, Madoff, já. Muni eftir því Ponzi hérna svindli, að þá voru mjög, allan í Bandaríkjunum voru svona, það voru nokkri talsmenn fórnarlamba, skulum við segja. Þannig að þú veist, það var hægt að setja einhvern veginn svona andlit á fórnarlambin, sem að hitaði málið svolítið upp, sko, gerði það svona meira svona stærra og kannski svona, já, meira. Þar voru meðal annars, manni bara því að ég þýddi fyrir mörgum árum ævisögu Elie Wiesel sem að lifði af helförina og hlaut síðan friðarverðlaun Nóbels 1986, mjög merkur maður og svona friðflytjandi og hann byggði upp stóran styrktarsjóð fyrir eftirlifundur helfararinnar og aðra sem að vorði fyrir viðlíka meðferð og hann hefði þetta treysti aðalgyðingnum á Wall Street, Bernie Madoff félagar sínum og þessi sjóður fór allur í vaskinn þannig að það voru þarna einstaklingar sem voru búin að kannski eyða allir í sinni ævi í að byggja eitthvað upp með mjög góðan málstað og verða síðan fyrir þessu svindli. Akkurat og einmitt með andlit fórnarlambana þetta vantar á rafmyndina sko. Já, akkurat og ætli að sé ekki flesti bara svona í felum með það. Já, ég held það. Ekkert mikið gefið upp síðan þeirn ár. Og þegar að því verður, þá verður það nú ekki til að auka trúveruleika á blessuður rafmyndina, sko. En það stigur strax fram mjög stóri svona, VC sjóðir, sem afskrifuðu bara strax, það var bara $100 million. Þetta er náttúrulega bara orðið mjög algengt. Þeir hafa bara enga samúð, sko. Nei, akkurat. Nei, akkurat, þú vilt ekki sjá andlitið á fjárfestingastjórnum hjá Andreessen Horowitz tala tapið, sko. Það er öllum saman það einhvern veginn, sko. Já, akkurat. En ég held nú svona að þetta sé stærsti tapari þessa á skriptó. En, númer 3, þá tekið fram hérna tæknigeirinn og IPOs, eða útboð tæknifyrirtækjana og SPAC. Og það er nefnt hérna svona bucket af tæknifyrirtækjum, handöldum úr S&P, sem voru sem sagt bökkuð af VCs, það koma inn hérna fjárfestar, alla pumpin fé, gera eitthvað sniðugt, fara á markað
og þau eru niður að meðaltali 58,5% þetta ár og það tekið dæmi af til dæmis Robin Hood sem var nú aðalmálið í COVID. Þeir eru niður 51%, það tekið dæmi af fyrirtækinu AppLovin, kannast þið við það? Já, ég mæti því. Já, og munið eftir McLovin. Já. Þú manst eftir honum, þú manst eftir AppLovin. Þeir eru niður 89%, Coinbase niður 84%. Þannig að það búið að vera ansi brútal á mörkuðum vestanhafs. 4, fjárfesting í skrifstofu húsnæði. Og þetta nú soldið amerískt, en hérna tekið fram að meðal, sem sagt, vacancy rate á San Francisco svæðinu var 18% og búist við að vera 20% árið 2023. Það að segja að það bara 82% í nýtingu og búist við að þetta fari niður. Þetta fylgir náttúrulega COVID því að fólk að vinna heiman og það hefur gengið mjög erfilega að fá það aftur á vinnustæðina. Alltaf nema hjá Twitter. Já, ég ætlaði með þetta að segja allir Musk hafi ekki verið svona bjartasta vonin þarna á þessu svæði að þegar hann tók við Twitter þá leta hann alla mæta aftur. Hann hefur kannski verið búinn að fjárfesta í þessu skrifstofuhúsnæði og hann lítur alltaf sem svona heilstætt verkefni að tróða fólkinu aftur inn á skrifstofuhúsnæði. Þetta sko meikar alveg sens að því að það er komið þetta trend, þetta með að vinna heima og svona, það verður auðvitað ekki svo í COVID, en svo verður líka sko, svo eru bara fleiri og fleiri fyrirtæki, stóru og smá, að hugsa bara að þú veist, eigum við að vera standi því að reka okkar eigið húsnæði, þú veist, og hvað þá að eiga það sko, þú veist, það er eitt að leigja og svo bara sjáum við sjáum uppgang hér bara eins og hér á Íslandi mér þess að fyrirtæki eins og Regus og fleiri sem að eru bara með svona skrifstofu kjarna eða skrifstofu hótel eða hvað sem að kalla það sem að verður alltaf sífellt vinsalla og það eru líka stórfyrirtæki út í heimi að operata svipuð módel sko að því að þú veist ég meina ef við fjórir myndum stofna fyrirtæki saman sem ættu kannski að gera einhvern og svo bóka og kampænsala og allir að fara þá hefði fyrir nokkrum árum okkar fyrsta verkefni verið að finna húsnæði. Já, akkurat. Svo þurfum við að standa í því að skipta ljósaperur og lagaglugga og kaupa klósipapír og allt þetta. Að losna við þetta þetta svolítið mikið svirði sko. Og þetta stærsta álitamáli varandi skrifstofuhúsnæði auðvitað öll þessi uppkaup ríkisins á skrifstofuhúsnæði. Nýjasta dæmi þessi milljarðar della hérna í Landsbankahöllinni nýju. Af hverju þurfa þessar ríkisstofnanir skrifstofuhúsnæði undir starfsfólkið? Það búið að stytta þannig vinnuvökunna og fólk þarf aldrei að mæta. og þá dagar sem það þarf að mæta milli jól og nýjárs þá er gefið frí. Þannig að það verður þetta langhentuast bara að selja allt þetta skrifstofuhúsnæði og hafa þetta fólk áfram í frí og það gerir ekki óskunda á meðan. Þú ert að tala um Hagstofuna? Já, meðal annars. Ríkisstofnun almennt. Ég get alveg séð útreikningin á vísitölu neysluverðs. Ég hef mjög góða tilfinningu fyrir því hvernig verðlagið er að þróast í flugfargjöldum og brauðosti. Annað til að klára þetta reyndar annað, ég hef ekki séð þið þekki nú ýmsa gagnapunkta úr íslenska atvinnulífi. Hérna tekið fram að 50% af öllum leigusamningum á skrifstofuhúsnæði munu renna út árið 2025 í San Francisco og þau fóru að spá því að það verði stóra falli þegar markaðin raunverulega sér hver verður eftirspurn eftir að vera sem sagt á þessu svæði og fyrir skrifstofur. Ég veit nú bara ekki hvort séu opinbert í dag svona leigusamningar hérna heima? Já. Nei, ekki það. Ég held að skráðufélagin hafa einhver liti gefið þetta upp meðal lengd þannig við eigum að geta séð þetta hjá Reyneik að við ekki bara fletta þessu upp hérna. Jú, endilega. Heyrðu, og til að loka þessu maður bara bæta af einu punkti í þessu að það sem að sko mun líka gerast og byrjað að gerast í Bandaríkjunum og mun líklega gerast hér að einhverju liti að þú er kannski með bara fyrirtæki segjum bara, þú veist, ég meina við höfum allir séð myndir af höfuðstöðum Google mjög stórar þær höfuðstöðar verða ekki til kannski í núverandi mynd mjög lengi af því að það verður líka þannig að ef þú býrð í, segjum San Francisco eða hvað sem það að þá verður kannski bara starfstöð hér og þar borgina. Já, akkurat. Tökum bara dæmi eins og, þú veist, hvað fyrirtæki hérna nátt, Íslandsbanki hérna rétt hjá okkur. Þú veist, ég meina, Íslandsbanki fluttið fyrir nokkrum árum í turnin, í Norðurturnin í Smáralind. Kannski eftir einhver ár verður fyrirtæki eins og Íslandsbanki með kannski skrifstofu aðstöðu eða vinnu aðstöðu upp á Höfða og kannski Hafnarfirði eða eitthvað svona sko. Þú veist, þannig að ég held að við munum sjá eitthvað af þessu gerast. Þannig að svona fyrir utan eitt sem ég heyrði sem að ég veit ekki hvort það er staðfest er að þau eru bara með sæti fyrir 80% af starfsfólkinu sem er eiginlega bara nýja trendið sko. Já, og það náttúrulega mun mjög fljótt til út farin að skera niður 20% bara í þessu gagnvart fólki sko. En það er eitthvað út af því að það er alltaf einhver veikur eða fjarverandi og fund út í bæ. Já, einhver erlendis og einhver í orlofi og akkurat. Það er aldrei allir á staðnum sko. Svo er það 5. síðasti einn versti fjárfestingakosturinn og hér segir að það séu bara skuldabrauðin, gömlu góðu. Og
að því að nánast allt annað skýtur í lakið þá hefur alltaf verið hægt að treysta á gömlu góðu skuldabriðin en því miður þá skuldabrið á vísitalan í Bandaríkjunum niður 11% á árinu og hér er tekið dæmi að síðastliðin 45 ár þá hafa skuldabrið bara lækkað svona svakalega 5 sinnum á síðastliðin 45 árum og var síðast niður 2,9% árið 1994 og síðast í neikvæðri tveggjastafatölu 1931. Hafið þið það, sagnfræðingar? Já. Svolítið íkt viðbrögð á þessu markaði. Já. Bara bæti við. Mér fannst þess að það var allir að býða til að Stefán en hann var bara að góna á kampaðinsflöskuna. Stefán sko skilur ekki skuldabréfamarkaðinn, þannig að það hérna ekki frekar en Bitcoinið. En ég var að fletta hérna upp eins og ég á Reginn að ég voru að velta fyrir ykkur sko leigusamningunum. Meðal leigutími hjá þeim 7 til 8 ár. Þannig að það nú þokkalega góðu fyrirsjáanleiki. Já. Og svo eru þetta þessi leigufélög, þau eru bara að satsa meira og meira inn á ríkið. Bara þeir telja hérna upp, bara nýjir samningar voru gerðir meðal annars við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Barnavernd Reykjavíkur, Happdrætti Háskóla Íslands. En þetta er meira og minna allt einhver svona opinber aðlar sko. Sko ef ég væri að reka hérna Reginn eða Eika eitthvað sem félögum, þá meikar þetta alveg fullkominn sens af því að svo er líka annað í þessu að ríkið gerir aðra kröfur heldur en einkakerfin til skrifstofuhúsnæðis. Ef þú ert með 10 manns í vinnu, sem er með 10 mann á stofnun, þá þarftu 200 fermetra, þú þarf 20 fermetra á starfsmann. Það er svona í grunninn kröfuðan sem ríkið gerir. Er þetta óskrifaða reglur eða eru þeir bara með þetta í... Þetta er óskrifaða reglur, þetta er náttúrulega venjan sko. En þetta vitum við það að hver starfsmann þarf ekki 20 fermetra. Nei, akkurat. Þannig að, já. Við myndum nú prísa okkur sæla að vera allir hérna með sinn laptopin. Þetta er alveg ægilega gott kampaðun, að taka hérna aðra umferð. Ég sko verð bara að viðurkenna það, ég hef aldrei verið mikill sko freyðivínsmaður. Nú er kampavín undirtegund freyðivíns, eða ekki? Er það ekki þannig sem það virkar, eða? Já, þetta er nú eiginlega svona vín í sinni eigin deild sko. Já. Nú hefur verið gaman að vera með þetta í mynd og sjá ég er svo viðbröðin. Ég nefnilega hef alltaf þetta er verra en með jólahúsins. Ég var einmitt með spurningu, hvort finnst ykkur betra kafa eða prosecco? Já, sko, unnendur kampavíns hneykslast alltaf þegar maður talar freyðivín sem kampavín, sko. En við vorum nú eiginlega bara komast að því áðan, sko, að kampavín er náttúrulega tegund af freyðivíni. Er það ekki rétt? Það er freyðandi vín, eins og þú séð. Það er augljóst. En að því að voru að tala kafa og prosecco, ég hef nú tekið þessa ræðu einhvern tíðan, ég hef tekið það nótt við Gísla, ég held í þættinum. Skólað okkur. Og það eru þetta... Og sendur hringir á kvöldin bara til að taka það er tvennt sem skilur þarna að og ég vil taka fram að gott kafa getur verið alveg frábært. Rétt eins og kremant og sektið frá Austurríki. En það eru vín sem eru framleidd með tvöfaldri gerjun. Það er að segja að þau eru búið til hvítvín, það er sett á þess að þykku miklu flöskur og svo er vínið gerjað aftur í flöskunni með náttúrulegum hætti þar sem gerir látið éta upp sykur og búa til bublurnar og aðeins aukið alkohólmagn. Prosecco sem að sumir drekka og ætti að hætta eftir að hafa hlustað á þennan þátt hérna er búið til í risastóru sódastrýmstæki. Prosecco er búið til, menn taka fremur lélegt hvítvín, sturta sykri út í og svo skjóta þeir kolsýru ónáttúrulegri á vínið. Og þetta eru bara eðlis ólíkar vörur, þú veist, auðvitað má fólk drekka Prosecco eða vill, en þegar að fólk segir mér finnst Prosecco betra en kampavín, þá er algjörlega augljóst að fólk er með COVID. Það bara getur ekki verið að það sé betra. Nei. Já, eins og ég ætla að fara að segja, þetta er alveg abras gott og eins og ég segi, bara besta sem ég hef smakkað. Það bara njótið vel gaman og nú skiljið bit á hverju þið ætlaði að taka upp sömu reglu og ég og Gísli að þið tækið ekki upp podcast átt öðru svona verið með kampavín. Nei, akkurat. Það er að fara að koma því í hefð. Herðu, en það voru nú fleiri mál, einmitt, sko, allt sem viðkemur Ásgeiri seðlabankastjóra og stýrivöxtum. Og við erum mikið rætt þetta svona, í föstudagsskaffinu og nú er sko, yfirvonandi vaxta ákvörðun í febrúar næstkomandi. Hvað er svona ykkar take á það? Hvar stöndum við í þessu? Erum við að fara að hækka þetta ennþá meira? Er þetta komið gott? Hvað segið þið? Sko, einhvern tímann vorum við höfum fjallað svolítið Ásgeir í mínu hlaðarpi í Þjóðmálum, eins og það ekki og einhvern tímann, ég manni hvort það var Hörður Ægisson eða Stefán Einar sem sagði að sko kosturinn við Ásgeir var það að hann er ófyrirsjáanlegur hann er ekki alltaf fyrirsjáanlegur og Seðlabankinn þá ekki heldur í rauninni
held ég að flestir lítið þannig á að þetta svo ágætt að vaksta á hækkunum en svo bara veit maður ekki sko, hvernig verðbólgan vantilega mun að lækka eitthvað aðeins í janúar í útsölum og svona en það er gífurlegur verðbólgu þrýstingur undirliggjandi sem er svona orð sem að vita hlustur þess að þáttar þekkja þannig að þú veist það mun taka töluverðan tíma að ná verðbólgunni niður held ég og vextirnir auðvitað bara fylgja því. Greiningaraðlarnir eru eins og Jón Bjarki og Íslandsbanka og fleiri að spáði að verðbólgan muni ganga hratt niður á nýjári. Ég er í sama flokki og Gísli Freyr, ekki bara í pólitík, heldur hvað þetta mál varðar og held að verðbólgan verði þrálátari. Þetta séu óveður ský og vandamál sem að verði óhjákvæmilega flutt inn til landsins og það séu jákvæð teikn núna allavega tímabundið sem er gasverðið í Evrópu og aðra orkugjafa að þeir hafa lækkað, ekki sítt út af mildri tíð í norðanverðri Evrópu. Kuldakasti hér er blessun fyrir okkur öll. En svo eru það kjarasamningandi sem var verið að ganga frá og sennilega verður gengið frá einhverjum tímapunkti við eflingu líka þannig að það komist að róa á vinnumarkaðinn. Það á hins vegar eftir að semja við opinberu aðlana og það má ekki gleyma því að þó að menn varpi öndinni léttar yfir þessum samningum sem þó náðust að þá eru þeir auðvitað alveg svakalega dýrir. Þetta er hátt í 10% kostnaði fyrir flest fyrirtæki á markaðnum yfir 15 mánuða tímabil og eða kikkar strax inn og frá nóvember og þó að menn segja það eru komin samningar mikilvægt að tryggja hérna stöðuleika etc. Þá er þetta dýrt og fyrirtækin sem að mörg hver, ekki öll, en mörg hver eru aðþrengt og hafa ekki mikið svigrúm, þau mun einfallega þurfa að íta þess út í verðlagið og svo eru þetta bara svo eru opinberir aðlar að auðvitað líka að þrýsta á við sjáum þess að fréttir með bara sortunnugjaldið og fasteignaskattina í Reykjavík sem er að hækka gríðarlega áfengisgjaldið er að hækka eldsneytisgjaldið er að hækka það er allstað verið að kroppa í kerfið menn segja, það hefur kannski ekki svo mikil áhrif að verðbólguna þó að ég hækki 7% eða hvað það heldur valla í við verðlag fólk er ekki og neysluverðsvísitalan, hún er ekki reiknuð menn er ekki að skoða aftur í tíman hvort að menn séu að hækka með tilliti til þeirra verðbólgu sem orðin er. Þetta er bara til að kynda enn frekar undir bálinn og þetta svona minnir á þessar lógík hjá Kristrúnu Frostadóttur, hún var svo ægilega ósátt við hvað barnabæturnar hækkuðum fáa 20 milljarða hjá Bjarna og sagði þetta er í raun engin hækkun því að þetta er bara verið að bæta upp verðlagshækkanir. Þá hvet ég bara alla verslunareigendur þá sem er að selja bíla og hvaðina til þess að stíga fram og segja við erum að hækka hérna verðum 10% en það er raun og verið ekki hækkun sko, við erum bara að mæta hérna verðlagsbreyting. Akkurat. En eins og með greiningadeildirnar, mér finnst það kannski hafa einkennt þær dálítið svona óvenju mikil bjartsýni. Ertu að bauna á unnu? Nei, að þú veist það er svona skortir smá raunsæi sko, þú veist eins og með bara fyrir COVID. Ja, þess að í rauninni, bara í miðju COVID, þá var náttúrulega verið að spá bara einhverjum 4-5% í loka árs núna sko. En ekki verið eins og það hafi ekki verið gert ráð fyrir sko eftirköstum COVID sem að eru núna auðvitað bullandi eftirköst núna, þetta er ekki bara Úkraína. Þetta vorum að flytja inn verðbólgu hérna fyrir hluta ásins og svona svolítið fram eftir ári sem að hafði auðvitað, sem að ég held enginn hafi séð almennilega fyrir sko, síðan var auðvitað sko það er auðvitað mörguleiti tíðindi til bjartsýni, við sjáum bara til þess að ferðaþjónustan var fljót að taka við sér eftir COVID og ég meina auðvitað láða fyrir að hún myndi taka við sér einhver tímapunkti en ekki svona hratt og það sá það engin fyrir og við erum að fá bara betri ferðamenn til landsins sem að verja meira fjármagni það sé alltaf eyða fjármagni, ég vil segja verja. Já, hvað var áttur daginn? Þetta ekki 150 skall daga meðaltali? Jú, nýjastu þurfum að ferðamálastofu, það er bara mjög gott sko. Er tekið inni á hótelið líka? Tekið það? Já, ég held að það sé heldar er þetta ekki þannig að það er hvað, 300 á þessu eða? Er þetta ekki heildarkostnað með fluginu líka? Ég held að þetta sé bara með taka bara ferðarkostnaðin í heild með við eyðsluna hvað innlendum ferðarþjónustaalum og deila í dagafjölda. Já, þetta þyrfti að vera svona, þú þekkir nú fluggerðan eða ekki, þú kannski líka, þeir eru með Ask og Kask, svo er Kask X Fuel. Við þyrftum að vera með þessa tölu án hótels og flugs til að vita hvað við raunverulega leiða hérna yfir daginn. Já, það væri mjög fróðlegt að sjá það, í afþreyingu, mat, samgöngur. Já, akkurat. En þetta virðist vera feiki hátala, aldrei dytti mér í huga maður hvað varst þú eða í London, Alli Palli? Allt og mikið.
Kannski nær 150 kallinum á dag. Já, þið sjá bara eins og maður fekk fréttir af því að Edition hótelið við Austurhöfn að í sumar var meðalverð á hótelherbergi þar og þá það bara hótelherbergi með morgunverði sennilega fyrir 2 90.000 áttin og við höfum ekki að tala svíturnar, við bara tala bara meðaltali og þetta langflest herbyggin bara svona hefðbundir verkamannaskúrar og þetta eru þetta ótrúlega tölur þannig að 150 kallir, þetta fljótt að koma svo ferði í flyover Iceland eða á fiskmarkaðinn og færð þar frábæra þjónustu en þú borgar líka fyrir hana en 150 meðaltalið, svo ertu með önnur hótel sem eru kannski 40 skall nóttin og svona þetta svona, þú veist og önnur hótel þar sem 1,5 milljón nóttin við erum í dúndur málum með ferðarþjónustuna en ég held að menn þurfa aðeins að anda með nefin og geta sinna því að fara ekki fram úr sér varðandi áætlanir næsta árs. Ég hef dálitlar áhyggjur af því að Isavia sé að skjóta yfir markið varðandi 2,2 milljónir ferðamanna á næsta ári. Já, þeir segja ofaáætla fjöldan. Já, að því að svo segja, röksettin alltaf þessi segja, jú, þetta verður ekkert mál, vissulega er samdráttur í heimsækjarinu og það getur orðið eitthvað högg á ferðarþjónustunni í heiminum almennt. En við erum bara svo lítill hlut á kökunni. Við segjum sem svo þú sért með 0,1% af kökunni og í því felast 2 milljónir ferðamanna. Svo skreppur kakan saman fjórðung. Þá þarf það að fá þetta herra hlutfall af kökunni. Og það gerist ekkert að sjálfu sér. Það er ekkert þannig að fjöldin hér haldist óbreyttur óháð því sem gerist heim allan. Ég held að við þurfum bara að vera búin að þurfa að vera flex í þessu ferðarþjónustunum sýnt að hún getur þetta ræður enginn við til lengri tíma litið við aðstæður eins og myndust hér í COVID þar sem að stjórnvöld lokuðu bara landamærum heim allan en við þolum held ég talsvert mikinn sveigjanleika og við erum í þeirri stöðu að og það er það sem að Seðlabankastjóri veit ég hefur hvað mestar áhyggjur að það eru þessi svona ofhitnunar einkenni á vinnumarkaðnum Framsóknarflokkurinn eins gálegur og hann alltaf sagði einhvern tímann að allt atvinnuleysi væri of mikið atvinnuleysi ef að einn maður gengi atvinnulaust þá væri það einu mann of mikið og svona verið að yfirfæra svona eitthvað tal úr hernaði eða það sem mannfall verður en auðvitað er bara náttúrulegt til þess leitar atvinnuleysi er nöðsynlegt, bara það sem fólk er að skipta vinnu af einhverjum ástæðum annað og þegar við erum komin með fulla nýtingu vinnuaflsins eins og við búum við hérna þá er það ekki hollt það bæði skapar minni þrýsting á gæði fólk þarf ekki að leggja sem ekki fram vegna þess að það bara getur farið í jobb hjá einhverjum öðrum gengur í hvaða ríkisjobb segir þetta eftir í hug liggur við og verið í fríi þess að milli en þannig að það er svona hlutur sem að er kannski ágætt að hafa í huga við höfum alveg ákveðin sveigjanleika í þessum efnum Já, en þannig að það er Ásgeir verður ennþá í Sviðsljósinu held ég á næsta ári það er hérna verður hann ennþá í Sviðsljósinu? Já, það er náttúrulega þú veist, eins og þú segir, það er ástæða til bjartsýni að einhverju leyti en svo er auðvitað einhverstaðar við að plottur brotinn, ég menna við erum með fasteignamarkaðinn sem að er í ljósum logum eitthvað farið að líta út fyrir kólnun þar, sant? Já, ég heyri í mínu starfi þegar maður er að tala við fólk í atvinnulífinu að svona fólk er hóflega bjartsýnt á næsta ár en mjög bjartsýnt á framtíðina til lengri tíma. Það sé ágætlega orðað. Akkurat. En hvað haldið þið? Það er ekkert eðlilegt að þið bara komið hér askvaðandi inn í þetta stúdíu ykkar og spurði okkur Gísla spjör honum úr. Meira sjampó. Hvað haldið þið með? Haldið þið til þess á febrúarfundi peningastefnunefndar? Mun Gylfi Sóeka fá það í gegn að annars vegar að vexti verði hækkar 1% og hins vegar að allir fá að komast á borgarálun. Já, ég veit ekki, nú ertu að tala við fyrsta kaupanda sem að, ég er sett fyrsti kaupandi núna á fasteign og þetta er náttúrulega fáðu þið meira kampavín. Já, þetta er náttúrulega alveg svívirðilegt ástand að ganga inn í. Þannig að ég náttúrulega með þess að fór á Twitter með skýrskilaboð þegar ég var í Alexandra Palace á Pílunni. Ásgeir lækkaðu stýravextina. Já, varst það þú? Það var ég. Það rætti hann á í fréttir. Það er kannski, nokkuð skýr skoðun hjá mér hvað það varar, en svo náttúrulega auðvitað þarf að þetta er samspil sem maður þarf að passa upp á, En ég myndi þykja að fá lækkaða vexti, sömuleiðis líka bara, það er búið að gera fyrstu kaupendum erfitt, það er búið að hækka eiginfjárkröfuna á eiginfjárhlutfalli sem þú þarf að leggja út og annað Þetta er allt eitthvað sem leggst illa á fyrstu kaupendur auðvitað. Já, fyrir þá sem er að verða fyrstu kaupendur.
Þú ert búinn að kaupa? Nei, ég er sem sagt hann í kaupferlinu. Ég í kaupferli, sko. Ég ætla meira kampavín. Getið þið sett hérna pásu, ég þarf að ná meira kampavín. Við þurfum að deyfa sásaukann. Já, ég er sammála því. En nei, maður er svona hefur ágætið skoðanir á þessu. En Yngvi, þú átt eftir að svara ennþá. Ég bara svitnaði við þetta. Með hvað, ég hef ekki hugmynd hvort hann hækki eða lækki. Þú vilt láta hækka það? Við vitum það. Ég held að sé ekki séns að ráði í það, en með markaðinn sjálfan, þá finnst mér, við bara strax sjá það að ef þú ert með mjög háar afborganir í dag og overtryggt, þá ertu strax farin að leita í verðtryggt. Og þú veist, það er bara það obvious að fólk er reyna að lækka greiðslubyrjunum til skamms tíma með það. Og Seðlabankinn hefur lýst yfir að hann vilji koma í veg fyrir að leggja sér loð og vogaskálarnar til þess að við förum ekki aftur í verðtryggðan veruleika húsnæðismarkaði. Þannig að þeir þurfa að sigla svona milli skers og báru hvað það varðar. Þeir vilja held í að hækka vexti dálítið til þess að kæla þetta enn frekar. Og þeim gremst mjög auðvitað með sko að því Ásgeir er búin að tala mikið tásurnar og tenni. Þeim fjölgar bara og fjölgar þessum tásum. Já, þú veist, sko, einmitt. Þetta er svona, manni finnst vera ótrúlega neysla í gangi núna á sama tíma og talaður að við höfum, að þú veist, að það sé bara erfitt að lifa hérna, sko. Þannig að þetta er svona kontrastar, sko, sem að, þú veist, af hverju eru að eyða svona miklu? Er þetta bara peningur sem við eigum ennþá eftir COVID eða hvað? Já, þið þurfa að hlusta á hlaðar þjóðmála til að komast að því. Já, akkurat. Mér er sagt að í ferðarþjónustu bransanum sé hann kallaði Tásgeir. Já, einmitt. og þetta fagnar með því mjög. Þegar að Reykjanesbrautin lokaðist og síðan losnaði tappan, losist aftur, að 5 fyrstu vélarnar sem tóku á loft í Keflavík, þær fóru allar til Tenerife. Þær fóru bara svo áltir að hausti í 8 flugi. Það var neyðarástand að ná að koma þeim hann út. Þetta var þetta mjög fyndið þegar Bogi Níls, okkar besti maður, sko, hann var að lýsa því hérna, hann var í fréttum að segja, sko, þegar það var að opna og hann taldi upp vélarnar sem var að fara, sagði, þú veist, hérna, 2 til Ameríku og eitthvað svona, og svo bara einmitt 5 til hérna Kanari á Tenerife, sko. En þetta er einmitt, ég svona velti því fyrir mér hvort að fólk sé bara reynilega eyða umfram eða bara liggi á þessu. Það er alltaf fullt af peningum í kerfinu. Sparnaður er enn að aukast í bankakerfinu. Kannski munum við sjá, það verður fróðlegt að sjá tölur Seðlabankans yfir bankakerfið sem að birta sennilega, myndi ég halda 20. og 1. janúar. Þá held ég að við munum mögulega sjá einhverja tölur varðandi eins og yfirdráttarskuldir. Og það kann að vera að þar sjáum við einhverja breytingar bara út á jólaháttíðinni og öðru slíku. En staða heimilana er mjög góð og fólk þarf að spila mjög illa á sínum málum til þess að þetta fari illa. Fólk hefur kost á að fara í verðtryggt eða það hefur verið óverðtryggðu með lága vexti. Ég held að við séum svona komast nær vaxta jafnvægi en við höfum lengi verið. Við erum með stýrivexti upp á 6% núna. Kann að vera að það verði eitthvað hækkar í febrúar til þess að slá á puttana á mönnum og halda mönnum svona við efnið. En eins og varandi bara þig að þið verður hérna í þessari persónulegu fjármálaráðgjöf að þá auðvitað lengst af snýst þetta fyrst og fremst það að stilla af afborganagetuna. Menn eiga ekki kannski mikið velta fyrir sig hversu mikið er skuld eða hversu mikið eigi fyrir í húsinu að tryggja sér húsnæði sem þú hefur þá örugt aðgengja til að búa í. Svo yfir lengri tíma myndast eigið fyrir og ef þið skoðið bara húsnæðismarkaðin síðan bara hús fór að rísa hér úr steinsteypu, þá er þetta eitthvað sem fólk á alltaf að gera. Það er bara ungt fólk á að stefna á það að koma sér upp fasteign og þá að vera í forgangsröð nummer 1, 2 og 3. Það kemur aldrei í koll á fólki. Nei, algjörlega. Fín orð. Já, ég var bara með þess að loka pælingu einmitt með þetta, sko, að þetta verður að síðast sem þú vilt sjá selt ofan að þér. Það er húsið sem þú átt fyrir sjálfa þig, fyrir börnin. Þannig að mér langar einhvern veginn að horfa frekar á aðra markaði sem ég held að falla undan, sem eru bílar, sumabústaðir. Það er búið að vera svakalegt hafari í því að fólk sé að kaupa sér lóðir og byggja bústaði. Þannig að ég held að þetta verður svona fyrstu leikhlutinni sem verður hent fyrir bálið áður en að þú ferð að gambla með húsnæðið þitt, sko. Það er að hægja mjög á markaðnum með notað bíla. Já. Heyri það. Og þannig að það eru kannski kauptækifæri fyrir þá sem að Akkurat. Vilja ná sér í góða drossjur. Já, ég held að þau muni bara aukast því að, þú veist, eins og með þetta, ef þú átt ekki lengur fyrir
afborgunum eða sér það að harðna, þá myndu losa það við lúxusbílinn fyrst til þess að weather the storm næstu 10 mánuði, sko, þangað til hann byrjar að lækka aftur. Já, en svo verður að byggja fólk að róa sig hérna, sko, að því að nú menn segja, heyrðu, hér bara með fólk ekki hafa efna á því að borga á húsnæðislánunum sínum og þar Ég reyndar ekki það svartsýtt, sko, en ég bara segja, ég held að ykkurstu dæmin séu þau að... Þannig talað. Já, en staðreyndin svo að fólk sem hefur verið í óverðtryggðu og með breytilega vexti hefur kost á að fara í verðtryggt. Akkurat. Og það er möguleiki. Svo verður bara að spurja sig líka þeirra spurningar. Hvaða glóra var í því að stækka við þessu húsnæði eða kaupa húsnæði langt umfram raunverulega kaupgetu þegar vextir voru hér 0,75% eða 1%. Hverjir voru fólki til ráðgjafar að taka slíkar ákvarðanir? Því að það var deginum ljósara að þetta væri vaxtastig sem væri ekki komið til að vera og væri ekki heilbrigt. Við höfum vitað að lengi að vaxtastigið í Evrópu hefur ekki verið það og leið og að hagkerfið myndi fara í ganga nýju, hvernig það myndi gerast og ekki sá við fyrir stríð og allt þetta, að þá myndi vextir hækka nýju. Þannig að þeir sem munu lendi í vandræðum með húsnæðið sitt vegna þess að þeir hafi tekið og spennt bogan svona hátt við 0,75%, því miður eru bara einstaklingar sem verða að fara í gegnum þá aðlugun og það verður bara að hjálpa því fólki með þeim úrræðum sem við höfum innan fjármálakerfisins, en það er ekki mikil ástæði til að vorkenna fólki sem kemur sér sjálft út í slíkt fen. Þetta sáum við strax sko haustið, já svona síðla ás 2020 eftir að vextir hefur lækkað mér hratt, lækkuðu mér hratt í COVID og allir fóru að endurfjármagna á svona og einhverjir spenntu bóðan eins og Stefán er að benda á. Við sáum sko bankana sjálfa setja smá bremsu á hérna skilyrinn til að fá lán af því að það voru bara allir ammaðir að endurfjármagna. Akkurat. Og þannig að bankarnir svona sýndu alveg ábyrgð í því sko einhverju liti. Akkurat, og enda sitja þau gluppi með svarta péturi, þetta fer allt þetta fer til skúna. Já. Svo er náttúrulega þetta síðasta dulda spilið að jókurinn í stokknum, það er náttúrulega bara hvað Bjarni og Sjallarni gera. Pólitíkin er alltaf eftir til að hlaupa undir bagga. Og leiðréttingin og hvað það er sko. Það eru þetta en það eru þetta vandamál samt hvað ríkisútgjöld eru að aukast alveg svakalega á þessu ári og hafa aukast þetta mikið í COVID-faraldrinum og það virðist ekkert vera að láta því. Ég veit ekki, ég held að það sé alltaf snemmt að vera að tala um einhvers konar leiðréttingu eða hvað sem má að kalla það. Já, nei, ég vona ekki sko. Það steytist nú samt í það að þeir sem að tóku fasta vexti í byrjun faraldurs til 3 ára, að þeir fara að falla niður. Þannig að við munum væntanlega að sjá eitthvað hafari í kringu það. Já, það verður alveg, það er svona, það mun gerast einhver leiti seint á þessu ári, næsta ári og og svo 2024, að þá þarf að endurreikna fyrstu vextina. Já, það getur orðið pínuhögg, en við skulum kannski vona að efnahagsástandið verði aðeins skára þá. Heyrðu, eigum við að rúlla við markaðinn? Já, markaðinn. Nei, bara við vorum með þarna nokkur stóra hluti á markanum. Já. Kannski fyrst Heiðar selur í sín. Já. Þeir eru nú keppinautar. Eða voru það. 25. júlí kom tilkynning að Heiðar Guðjónsson, stærsti einkafjárfestur og forstjóri sín, væri búin að selja hlut sinn í félaginu til hóps fjárfesta sem heitir Gavia Invest. Við tók smá slagur stjórnarsæti, forstjórastól og hvernig væri svo best að hækka verðið sem enn er beðið eftir. Hafið einhverju skoðun á þessum viðskiptum? Salan kom dálítið eins og þrumur heiskir lofti held ég að margra mati, menn töldu bara Heiðar væri þarna mjög investið í þessu, en auðvitað vissu margir líka því að hann hafði orðið fyrir heilsubresti, skakkaföllum með heilsuna fyrir sumar. Já, fekk blóðtappa í lungun. Já, og hann hefur þurft að endurmeta sína stöðu eftir það. Akkurat. En þetta hefur nú líka verið mikil rússíbarna reið að reka þetta fyrirtæki og við Gísli skoðum þetta, við telum að hann hafi nú ekki riðið feitum hesti frá þessara fjárfestingu. Nei, ég held að hann hefði getað gert betur með því að leggja bara peningan inn hjá auði í kviku eða eitthvað svoleiðis sko. En auðvitað vita með það ekki fyrirfram og til dæmis og hann var náttúrulega búin að snúa við rekstrinum hjá þeim og búin að bæta hann heilmikið. Já, og margt búið að gerast, en hann auðvitað gerði þau mistök eins og mistök hann eins og Helgi Magnússon fór í stóran díl við Jón Ásgeir Jóhannesson og taldi að hann yrði fyrsti maðurinn til þess að koma vel út úr slíkum snúningum, en raunin var þetta svo að eini maður sem kom á löppunum niður í þeim business var Jón Ásgeir. Já, þú ert á væntanlega að vísi í yfirtökuna á 365 bara ég fylgdist náðu með því mála á sín tíma og bara hvernig þau voru eignfæra til dæmis þennan birtingarétt á einhverjum eldgömlu kvikmyndum og svona,
þetta var bara glórulaust og eins og 365 gerði það áður þá. Já, það var hluti að hvernig þeir mátu þetta úr bókum 365 og yfir svo tók þetta mikinn tíma og mikið fókus og á þessum tíma tapaði Vodafone sem þá hét gríðalegum fjölda viðskiptavina Síminn og önnur símafélög þau nýttu færið á meðan að Vodafone var bundið með huga með þetta og stálu frá þeim gríðalegum fjölda viðskiptavina og síðan tókst nú held ég Heiðar að snúa því við þegar hann var tekinn aftur við sem forstjóri þá svona náður vopnum sínum á ný en öll svona orka öll svona mál sem mikil orka fyrir án þess að skila nokkur raunverulegri virðisaukningu þetta svona fylgir því gremja það verður mér fróðilegt að sjá hvað Gavia og Jón Skaftarsson orðinn stjórnarformaður Vodafone núna og það verður mér fróðilegt að sjá svona hvað þau gera með félagið vantarlega já svona, þú veist, það verðist að stefni að það verði brotið upp að einhver leiti, einhver eignarseldar út og svo framvegis en þau voru nú að selja frá sér grunnnetið til ljósleiðarans Já, akkurat Þetta er mjög undarlegu díl og getum ekki heilan þátt í það Já. En það er en væntanlega munið er já, ég veit það, já, ég þykist út af það að Gavia er ekki farið inn í þennan díl nema til að græða á honum og sem Já, það er bara það mikið undir Já, og það verður einhverstaðar eru einhverjar leyndar kistur hérna sem á eftir að opna Já, sem eftir að koma Svo það Síminn, Míla og Ske fíaskóið, við þekkjum það öll Já, ég skrifaði mikið það í sumar og fylgdist vel með því máli, það var mjög Ég vissi það, ég ákvað, hann var bara hérna Orri Hauksson, take a bow og þú mættir rekja söguna, þetta er náttúrulega búið að vera ævintýralegt mál Já, þetta var ferli sem tók 11 mánuði Já og auðvitað mjög undarlegt ferli að mörgu leiti frábær fjárfestingur unni það er mjög mikið traustleikamerki þegar að sjóður eins og Ardian sem er bara virtur fjárfestingarsjóður innviðasjóður franskur kemur hingað og vill kaupa þetta net kaupa Mílu og hefja í framhaldinu uppbyggingu á ljósleiðaranetti hér á landi sem að þeir eru búin að segjast að gera og verja til þess 30 milljörðum á næstu man ekki hvað mörgum árum Þið náttúrulega þekki þessu umræðu hvernig þetta var í kringum þetta, fólk var eitthvað hrætt við það að vera útlendingar að kaupa og þetta var svona grunn innviðir í landinu og svo framvegis. Þetta er að borð stjórnmála og ríkisstjórnin brást reyndar alveg hratt við og gerði samning við Ardian að minni desember í fyrra. Það sem var náðu einhver samkomlega þessi mál, hvernig þessar uppbyggingur hagað og varandi gegnsæi og fleira sem var bara frábært, en síðan er það samkeppniseftirlitið sem að tefur málið alveg óendilega og meðal annars út af umkvörtunum frá fyrrnefndu félagi, ljósleiðaranum og einhvern veginn virðist að vera að svona sjónarmið ljósleiðarans hafi alltaf vorið ofan á í ályktun samkeppniseftirlitsins og ég veit það bara að samkeppniseftirlitið þeir bara huguðu sér ég ætla bara að segja það, huguðu sér bara svo fábjarnar í þessu máli og áttu í hótunum við Síman og Ardian og svona þeirra hegðun er ekki til eftirbreytni Þannig erum við konum með fyrirsögnin á fréttina sem við skrifum á eftir og sendum á þig og þú birtir á morgun. Já. En er það ekki líka þannig eins og bara úr heimi stjórnmáluna voru ekki Viðreisn sem koma verst út af þessu? Evrópuflokkurinn sjálfur sem að... það var auðvitað mjög fróðilegt að sjá og það gerist þau bara strax í upphafi þegar tilkynntu söluna í október Þetta er áhugavert að rifja þetta upp. 2021, já, algjörlega og þá Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem hefur nú talað mikið fyrir því að Ísland gangi í Evrópusambandið og hennar flokkur auðvitað Viðreisn Hún einhvern veginn fyrir strax í það að tala þjóðaröryggi og svona og samfylkingin gerði það líka. Oddný Harðardóttir gekk mjög langt í þessu. Hún lagði til, ég man ekki hvernig það var í febrúar, mars á þessu ári, kannski seinna. Hún lagði til að Síminn er í þjóðnýttur, að Míla er í þjóðnýtt. Akkurat. Og þannig að þarna brugðust þessi tveir flokkar sem hafa talað hvað mest fyrir því að Ísland gangi í Evrópusambandið, brugðust alveg skelfilega illa við því að hér væru einhverjir vondir útlenskir kapitalistar að koma og kaupa. Já, akkurat. En samt var nú þannig að Míla var búin að vera á Síminn auðvitað móðurfélag Mílu eins og fólk þekkir og að vera í einkaeigu í 17 ár sko. Svo sem sko ef að grunnnet fjarskiptana kemst hér í eigu útlendinga þá er meiri hætt á njósnum og einhverju slíku. Og ef að franska leyniþjónustan sem er reyndar stærsti iðnaðar njósnari innan bandaríska kerfisins af öllum, er allir að njósna hverjum annan. Ef að þeir ætla að njósnum eitthvað sem er að gerast á Íslandi sko, þá eru þeir ekki að fara að láta íslenskt eignarhald á Símanum eða Mílu sko, stöðva sig í því sko. Akkurat. Þetta er eins galið og hugsað getur og þetta þarf að fara að skoða. Ég minni á frumvarp sem að Þórdís Kolbrún þáverandi viðskipta- og iðnaðarráðherra lagði fyrir þingið það
að tryggja styttri málsmeðferðartíma í deilu málum við Samkeppniseftirlitið. Þetta þannig að Samkeppniseftirlitið getur lagt á því mjög íþyngjandi úrskurði eða bara sektir upp á 100 eða 1000 milljóna og þá getur þú skotið því áfram til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og svo nefnd getur endur skoðað og fellt nýjan úrskurð eins og æðra dómstig. En eins og kerfið núna þá getur Samkeppniseftirlitið þrátt fyrir niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar skotið þeim úrskurði áfram til héraðsdómstóla og landsréttar og eftir atvikum Hæstaréttar. En það breytingar sem að Þórdís Kolbrún vildi gera fólu í sér að niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar væri endanleg. Og af hverju var það mikilvægt? Jú, það er vegna þess að í stóru málum eins og í hörku Samkeppniseftirlitsins gegn Eimskipafélaginu þá sannarlega kemur úrskurður frá Samkeppniseftirlitinu, málinu er skotið til úrskurðarnefndarinnar en Samkeppniseftirlitið segir bara við fyrirtækið, það skiptir engu máli hvað þessi úrskurðarnefnd gerir, við munum kjöldraga ykkur hér næstu 10 árin og meðan hafa þessi fyrirtæki stöðu, nánast eins og stöðu sakbornings, geta ekki frástöðu strókið varandi erlenda fjármögnun þurfa að útskýra þessar hluti út allt og auðvitað brást þingið þarna. Samfylkingarliðið og Viðreisn og allt þetta fólk, það gat ekki bakkað upp þessa breytingu sem hefði orðið til hagspóta fyrir atvinnulífið og samkeppnishæfni Íslands. Það varði auðvitað að bakka upp stofnunina og við vitum það fyrir víst, við bara, ég held að Gísli geti vitnað það líka að þegar að svona mál kom upp að þá fara forstjóri og aðstoðarforstjóri Samkeppniseftirlitsins á fullt í síman, hringja út alla þingmennina sem að þeir hafa komið sér í mjúkin hjá og þyrla málum þannig upp að það er ekki hægt að gera breytingar á kerfinu. Þess vegna þarf meðal annars að setja í lög að forsvarsmenn þessara stofnana megi ekki setja lengur en í 8 til 10 ár. Já, það væri mjög holl regla. Það er bara mjög mikilvægt vegna þess að menn misfara með þetta valdsitt og þó að Samkeppniseftirlitið þurfi að hafa ákveðna stöðu í samfélaginu og þurfi að geta gripið inn í það sem þörf krefur, þá gengur ekki að það sé gert með þeim hættir sem við sjáum. Annað dæmi sem að þarf að uppfæra en þingið virðist vera algjörlega ófært og það er, ég held að það ekki gíslega fjárhæðamörkin var til samruna á Íslandi séu 300 milljónir. Sko þetta hlaðvarp hérna hjá ykkur hlýtur að velta 300 milljónum. Hvaða rugl er þetta? Og bara nýjast er þarna, hvað var það, Kaup KS á, var það ekki Sóma? Nei, á Gunnars, en þá verið að draga það í gegnum einhver úrskurði og taka 5 mánuði. Í fyrsta lagi vil ég nú bara fyrirtæki sem velti 400-500 milljónum. Ég held að norðmenninni séu með þetta í 700 miljón norskum sem er eitthvað 10 miljardar. Það verður talsvert eðlilegra sko. En kannski mikilvægasta innleggi í sambandi þessa umræðu að þú myndist að KS, þá bara spyr ég, hver borðar íslenskt majónes? Þegar við smaka Hellmans. Já. Hver kaupir Gunnars majónes í þessum þunnu plastóllum? Þú opnar dósina og 5 mínútur seinna er komið svona gul slíkja, svona hálfgeggsæ slíkja í kantana. Er það ekki bara votturinn gæði? Ég var það, já. Ég held bara að þetta sé til margum það að þetta sé geislavirkt. Bara forðist Gunnars. Það eru þau orð. Það eru skýrskilabóð. Ég það þegar þú nefnir þetta, ég kaupilega bara japanskt majónes. Svona ef menn vilja. Hafið þið keypt það í túbónu sem þú kreistir? Já. Svakalegt. Já. Það er ekki hrifin? Jú. Það er náttúrulega með nóga MSG. Já, og sko... Þar sæki ég mér daglega MSG, sko. Sko, bara fá gott majónes og aromat, þá er deginn björgast. Já. Heyrðu, næsta mál, Origo. Jón Björnsson, take a bow. Já. Upp 39% árunu, tókst að kastin 28 miljardar fyrir sölun á Tempo. Og svo nú síðast kannski ekki þökk sér Jóni Björns, en þá er verið að taka fyrirtæki af markaði og komið yfirtökutilboð upp á 101 krónu á hlut. Já. Eitt hérna, fjárfestingaráðgjöf, það stendur í 99 krónum í dag. Svo það er risk-free arbitrage upp á 2 krónur fyrir þá sem eru að hlusta. Þetta er valfrjálst yfirtökutilboð, þannig að sko kaupandinn getur bakkað út. Nú það er hannig? Já. Það er hérna... Það er náttúrulega ekki risk-free. Það er risk, ok. Þetta er það sko, þetta er ekki yfirtökutilboð í þeim skilningi. Nei. En hérna, þetta er auðvitað mjög áhugavert og þessi sala á Tempo er auðvitað bara stórkostlega mál og hérna, hvað var þetta, 28-9 miljardar sem þeir 28 milljarðar Origo fékk fyrir þennan 40% hlut. Akkurat. Og búið að selja hlut með minnum 2018-19 og heldu eftir þarna smá hluta sem að, já, var þetta mjög sniðugt þá. Ætluðu ekki að selja meira hlutan upphálega, en
þar sé fyrir svona, Já, en já. gerðu það og fengu þá að borðinu fjárfesti og þekkingu sem gerði það verkum að það var hægt að Já, svona strategic. já, bara þannig að þetta komst á þennan eldflöga pall sem að fyrirtækinu var síðan skotuð bara upp til stjarnana með og mjög glæsilegt. Þetta verður að segja, Jón Björnsson einn áhugaverðasti stjórnandi sem við Íslendingar eigum í dag. Hann afskaplega klár maður og ég reynda, það var ágættur kunningi minn sem að þegar fréttirnar bárust að Jón Björnsson væri tekinn við í Origo, hann sagði bara, ég er að fara að veðsetja húsið mitt í Já, bara. ég er bara allstaða sem Jón fer þar bara setja allt undir og sá maður fór nú hlæjandi í bankan því að hann leta því verða. Já, klálega, og það búið að vera mjög áhugavert. Við höfum nú tekið, einhverja 60, 70, nei, ekki svo mikið, 30, 40 ásetningaþætti. Hann búinn að vera með puttana í svona 10%. Hann búinn að koma brauð og kó og hvað var það fleira? Drop, já, það að nýjasta. Jólahúsið. Ekki nýjólóðsinu. Það var eitthvað af þessum fyrir þáttunum. Allstaðar sáum við Jón Björnsson poppa fyrir. Þannig að hann svona líka í þessum englafjárfestingum. Hann mjög öflugur en það kom mér dátu óvart hvað að greiða mikinn arð út úr fyrirtækinu. Og ég einhvern veginn bjóst við því að menn myndu reyna að nota meiri slagkraft að þessu fjármagni inn í fyrirtækinu. Nú tekið ég þekki ekki inn við hana eða hver fjárþörfin eins og í Syndis og þessu en við vitum þó að í öllu svona nýsköpun umhverfi þá eiginlega dýrasti hlutin af þessu öllu markaðsstarfið. Það er svo erfitt að koma sér á stóra sviðið í markaðssetningu. Þar hefði maður haldið að þessi fjármunir myndu nýtast vel en þar kann auðvitað líka að hafa áhrif eignarhaldið. Þetta eru kannski aðlar sem að vilja ekki fara út í slíka áhættu, þar segja lífeyrissjóðirnir og þeir þurfi heldur ekkert að lausa fyrir að halda sko, en það kann að vera erfitt að fá þá til að samþykja kannski svona einhver áhættu sem að vegferð með þessa fjármuni sem eru komnir í vasa nú þegar. Akkurat. Og þetta vont ef Origo fer að markaði vegna þess að núna þetta loksins orðið svona félag meðal félaga, þetta var alltaf þetta hér nýherji, þá skildi enginn akkur að þetta var skráð á markað. Loft sem bara leika sér. Þetta er mjög lítið félag á markaði sko. Já, Kristján og þeir félagar með þetta stóran hlut og að því leiti væri vont að missa þá en svo má líka spyrja sig hvort að þetta yfirtökutilboð, þessi kaup leiði til þess að þarna komi inn svona aggressífur fjárfestir og nái sátt við lífeyrissjóðuna að þeir haldi sínum hlut og að menn farið átt að bækslast og keyra hlutin aggressíft áfram. Við höfum séð jákvæð dæmi í þá veru til dæmis eins og í Eimskipafélaginu þar sem að Samherji kemur inn og Vilhelm Þorsteinsson og hans menn hafa verið að gera mjög flotta hluti og við þurfum kannski meira af því. Akkurat. Nei, ég alveg sammála, þetta líka það mikið fjármagn að maður hefði trúa því að þeir myndu veðja á fleiri svona egg í þessari hugbúnaðar köku sem þeir eru búin að vera hræri í sko. Greiddu 24 milljarða. En ekki það, sko, þetta ekki fjármunir sem hverfa. Þeir fara ekki allir í kampavín. Nei, þó mættu þetta gera meira því. En þeir fara út til fjárfestana og þeir munu reyna endur fjárfesta. Nú hafa þeir góða reynslu af fjárfestingum í hátækni og nýsköpun. Þannig að það vonandi að menn veiti þessu áfram og efli íslenskt atvinnulíf með þeim hætti. Og svo það sé sagt, þá víst veðja á það að Syndis sé næst í svona sproti innan Origo. Gæti verið, en mér hefur oft þótt stutt komin grátlegt að sjá hvað það hefur tekið langan tíma fyrir íslenska fjárfesta og aðla með mikla fjármuni að opna augun fyrir tækifærunum. Við sáum til þess í Laxeldinu hvað lífeyrissjóðirnir voru einhvern veginn andvaralausir þegar það fór að byggjast upp á Vestfjörðum og norðmennirnir gleyptu þetta allt. Keresis, það sem að Lego fjölskyldan glæsileg fjárfesting á líðandi árið þar sem þau kom inn en auðvitað ætti Keresis enn sem stendur allt fyrirtækið að vera í eigu íslenskra aðla. Það væri heppilegast. Ég nefni annað dæmi, bátasmiðan Rafnar sem Össur Kristinsson sá stórkostli uppfinningamaður byggð upp. Að hann fekk á sínum tíma ekki fjármagn til þess að taka það fyrirtæki á næsta level og hefur ekki orðið það úr því sem efni stóðu til en þar hefðu þetta lífeyrissjóðir og aðrir íslenski fjárfestar átt að taka undir. Þeir voru búnir að græða mjög mikið á Össuri og hans uppfinningum í stóðþekkjageiranum og með góða reynsla honum þar hefðu menn átt að treysta honum í þessu líka. Sammála því. Þá eru það hérna 2 skúmar sem við hendum inn, Marel niður 44% á árinu, gullleggið aðeins farið að súrna. Strópað. Já, aðeins farið að strópa.
Eruð þið með eitthvað með það? Marel bara stórkostlegt fyrirtæki. Svo Það tímabundin skakkaföll? Já, bara þetta leiðrétting og eignamörkum og þeir hafa þetta ekki og þeir þurfa að skera niður fitu sem þeir eru byrjar á með þessum 5% niðurskurði í starfsmannafjölda en það skal enginn efast það að Marel er ekki rísa eitthvert ef ekki allra glæsilegasta fyrirtæki sem við Íslendingar höfum átt. Sammála því. Og þetta eru bara tímabundnar erfiðleikar. Það er þetta vont ef Eyrir Invest að lendi í vandræðum út af þessari lækkun og skuldastöðunni en við verðum bara að treysta því að Árni Oddur og Árni Sigursson og þessir öflugu menn sem að stýra þessu fyrirtæki þeir munu sigla þessu í heila höfn. Já, við treystum því. Það skiptir máli fyrir okkur öll. Já, ég full að trúa því. Þá var það strópa að stækja öllum Íslandsbanki, salan á því. Frábær sala. Já, frábær sala. Og ég ekki að grínast. Já, var þetta ekki bara óþarfa svona fjadrafók? Jú, bara nánast í alla staði. Það auðvitað bara, þú veist, verður svolítið til þegar uppkemst að faðir fjármálaráðherra hefði keypt hlut í bankanum sem að hann gerði í gegnum sína eignastýringu og ég held að hann ekki sjálfur verið að vast í því en sko sem er samt bara algjört peanuts í stóra samhenginu og við erum fjallað það eins áður að þetta er náttúrulega bara tímasettingin, verðið, þetta bara gekk allt upp og það er einhvern veginn verið að gera mál úr einhverju sem er ekkert mál. Menna þessi aðferð, þessi tilboðsleið svonefnda er bara vel þekkt í þessum geira. Allir fjárfestar þekki hana. Ég held að allir meginþorri fjárfestar á Íslandi hafi vitað því að það væri eitthvað að fara að gerast í þessum málum. Þarna á föstudaginn fyrir söluna rennir út þetta 180 daga tímabil, á mánudaginn fyrir ekki, bara daginn fyrir sölu. Þetta 180 daga tímabil frá síðustu sölu. Útboðin sem fór fram sumari 2021 sem var bara gífurlega vel hérna þegar ríkiseldi 35% hlut. Þannig seldur 22,5% hlut og það stóð til að selja allt upp á 20% hlut þegar var tilkynnt uppalega, endar 22% bara á mjög góð verði. Við sjáum að útboðsverðið eru komið aftur held ég, allan að lókmarkaði í gær þá var útboðsverðið komið niður í markaðsverðið komið niður í 117. Já, stendur í 118 í dag. Einmitt, þú veist, þannig að fyrir ríkið þá var þessi sala bara gífurlega vel heppnuð. Þetta er bara það sem gerir business leiðilegt, það er pólitík. Algjörlega og svo sjáum við þessa skýrslu ríkisendurskoðunar sem eru þetta mjög undarleg og fulla einhverjum vangaveltum eitthvað sem hefði kannski geta orðið og kannski ekki sem að bara þetta er bara einhver tóm þvæla bara meira að minna. Svo hérna lokum þá ætla ég nú bara að henda síldæðumslunin komið sá á sigru, Vísir, Bergur og komnir í eldið. Já, sem er bara voru mjög góð og skynsamlega viðskipti að ég held og bara munu efla bæði þessi félög og enn eitt dæmið upplaupið og ruglið sem alltaf verður í íslensku samfélagi þar sem að Berghildur Erla eða komið hér var að tala alltaf vísisbörnin sko, allt fólk bara á 70 og 8-aldri fólk búið að standa í rekstur þessa fyrirtækis búið að vaða eld og brennistein til að byggja upp þetta glæsilega fyrirtæki sem að þó er dálítið mikið skuldsett og búin að fara að geta alls konar skafla í sinni já og búið að skapa þarna störf og skatttekjur ómældar og þarna er að verða samþjöppun sem er nauðsynleg, samþjöppun er góð svo lengi sem hún leiðir ekki til óhóflegar fákeppni og við þurfum stór og öflug fyrirtæki til þess að berjast á alþjóðlegum mörkuðum og það er staðinn málsins að við erum sífellt, nú var viðskiptablaðið til dæmis að veita Hampiðjunni verðlaun sem er stærsta og öflugasta veiðafæra fyrirtæki í heimi notabenni og við viljum líka eiga í sjávarútveginum okkar í framleiðslun á próteininu stærstu og öflugustu fyrirtæki í heimi það er mjög langt í land stærstu sjávarútvegsfyrirtæki í heimi eru stærri en allur sjávarútvegur Íslands til samans þetta við erum lagseldið og landeldið sem að vonandi verður mikill vaxtarsproti hér á komandi árum og síldarvinnslan auðvitað ótrúlegt fyrirtæki að koma austur, sjá það sem að síldarvinnslan og loðnuvinnslan og eskja og þessi fyrirtæki að gera. Minna það er ekki að ástæðu lausu sem að meðaltekjur á hvert mannsbarn á í Fjarðabyggði 5,1 miljón hæst á landinu. Já, en bara 3,8 milljónir í Reykjavík eða hvað það er sko. Þetta er bara vegna að þarna er að verða til alveg rosaleg verðmæti fyrir áhættu og áræðinni fólks. Klart.
og svo sitja þessir kaffihúsa spekulantar Hallgrímur Helgason og allt hans vinafólk sífellt við viðtækin og við mikrofónuna hjá Ríkisútvarpinu og út allt drullandi yfir þessi fyrirtæki sem að þó að búa til verðmætin sem að borga þessu fólki listamannalaunin Akkurat. og þau halda, í alvörunni halda að þessi verðmæti myndu verða til með sama hætti og með jafn glæsilegum hætti ef að stjórnmálamenn og ríkisfyrirtæki myndu halda þar stjórnartauman. Klárt. Getur ekki henda á hérna klappið? Jú, það ekki. Loksins. Já. Heyrðu, þetta var innlendi. Við erum nú svo sem bara verið að tæmdir. Eigum við að taka stærstu erlendu fréttina og ljúka þessu svo? Já, kóttu með hana. Það er Twitter. Já. Það er múskarinn. Hvað finnst ykkur múskarann? Bara svona. Þetta er mjög skipta skoðanir á hann núna. Já, ég er svolítið gaman á hann, sko. Ég svona fíla þegar menn koma og svona þyrla upp ríki. Já. Og svona pirra, já, ég er svona að reyna að vanda orð mér vel. Ég ætla bara að segja það, bara pirra góða fólkið. Pirra góða fólkið. Og ég meina það er auðvitað náttúrulega mjög skrítið hvernig Twitter hefur þróast á síðust árum og kannski samfélagsmiðlar svolítið í heildina. Og það er auðvitað mjög undarlegt ef að það er rétt sem hefur nú aðeins komið fram að Twitter hafi verið að svona bæla niður ákveðna skoðanir á webnum, bæði gegnum COVID-faraldurinn og svo bara stjórnmálaskoðun almennt. En Twitter er svo sem ekki eitt það, YouTube hefur gert þetta líka og Facebook. Já, og eiginlega öll þessi stóru sko. Já, og það er ekki bara verið að bæla niður einhverja öfgamenn sko, það er líka bara verið að bæla niður bara heilbrigða skoðanir. Já, akkurat. Og það er auðvitað ekki gott ef að þessi fyrirtæki ætla að taka að sér eitthvað svona ritstjórnarvald. Og hann er auðvitað lagt upp með það að ég ríkja þarna málfrelsi. Hvort hann fylgir því eftir og hvað hann er að spá í þessu, það aftur að koma í ljós kannski. Akkurat. Ef ekki bara hafa gaman þessu þangað til. Ég myndi að halda að Elon Musk sé, ég ætla að lega mér að halda að hann sé merkilegasti eða allavega athyglisverðasti maðurinn sem að gengur að jarðarkringlunni í dag. Já. Og það er út af þessum... Hann og Greta Thunberg. Já, og í tala um ef að þau myndu saman að krafta sína og fara út í einhver ævintýri. En sko, hann náttúrulega kemur á ótölunum fjölda fyrirtækja sem eru bara að breyta gangi sögunar. Starlink, The Boring Company til dæmis er eitt þeirra. Tesla með rafbíla í rauninni. Hann er að halda 4-5 fyrirtækjum á lofti sem eru bara að breyta heiminum. Já, SpaceX. Og hann virðist svona ekkert mannlegt óviðkomandi. Ég hvet fólk ef að það hefur ekki lesið viðtal við hann í Financial Times sem að birtist núna í nóvember, þar sem að Rula Khalaf sem að nú var þetta ritstjóri FT tók við hann. Það er viðtal sem er hluta seríunni Lunch with FT, þá sest einhver leiðandi blaðamaður FT niður með einhverjum í hádegisverði og þeir ræða saman og tvinna svona viðtali saman mat og vín og hitt og þetta og yfirleitt er þetta uppáhalds veitingastað viðkomandi. Þetta er eini Lunch with FT sem hefur átt sér stað yfir kvöldverði og það var vegna þess að það náðust einhver ljósmynd af Musk á listisnekju í sumar þar sem að komið ljós að hann var hann svo feitur að hann hætti að borða hádegismat. Eina leiðin til að ná þessu viðtali fyrir FT var að bjóða í kvöldmat og þar er hann að fara yfir mörg af þessum málum og eitt svona athyglisverðasta atriði sem að svona lýsir hvernig hann hugsar út fyrir boxið var að hún spyr hann ritstjórinn hvort að það séu öll vandamál mannkyns undir í hans verkefni og hann segi já en ég held þó að það sé eitt vandamál sem við eigum ekki að berjast við og það er öldrun og dauði. Við eigum ekki að reyna að sigrast á dauðanum og þetta kom inn á óvart því að Elon Musk er mjög virkur maður og á núna vona barninu með 11 og 12 og ekki dauður og öllum æðum þó hann sé litlu eldri en Gísli Freyr og hann hún spyr hann bara hvað, af hverju ekki og þá horfir hann bara á hann og segir af hverju ekki, myndið þú vilja að Stalin væri enn á lífi og þetta lýsir bara sko, hversu brilliant mind þessi maður er. Já, skemmtilegt. Stórmagnaður. Heyrðu, til að reykja söguna stuttlega. Janúar þess ári byrjaði Musk að byggja upp stöðu Twitter og átti í apríl orðið 9,2% í fyrirtækinu þegar hann tilkynnir sem sagt markanum sína stöðu. Í kjölfarið var hann tekið fagnandi og boðið stjórnarsæti sem hann þáði. En afþakkaði svo nokkrum dögum síðar og í millitíðinni sem þegar hann afþakkar þá var hann byrjaðar að twitta það að allir hinir stjórnarmennir ætti ekki skilja að sitja þarna. Hann vissi ekki hverja erinda þau væru að gegna því að þau ætti ekki hluti í fyrirtækinu og væri ekki fyrir neina stóra hluta. Þannig að hann má sneilega segja að hann hafi bara byrjað strax með látum
14. apríl kemur svo yfirtökuboð. Ég kaupa fyrirtæki á einhverja 43 miljardar dollara eða fyrir $54,2 per hlut. Og það fylgir hérna sögunni, þetta óstaðfest. En þessi ástæðan fyrir hann setur 54,2 er að 4,2 er tilvísun í 420, 20. apríl, eða dagur cannabis. Já. Hafið þið þetta? Nei. Já, ég hef búin að sjá þetta. Já, það kemur ekkert óvægt. Þetta er óstaðfest, en þetta er kenningin að sem sagt 54,2, þessi 420 tenging sé þetta. Hann tapaði 21,8 miljardir dollara á pappír eða paper loss í lækkun í gengi bréfa sína í Tesla og Twitter þennan dag, sem þegar hann gerir yfir tökubóðið. 13. maí þá ákveður hann að hætta við kaupin og vill meina að meira en 5% af notendum Twitter séu bottar og stjórnendur hafi vilt fyrir sér þegar þeir voru í due diligence-unu áreiðanleika könninni. Við tók rúmlega mánuður af svona lögfræði þrasi sem endar á því að stjórn Twitter vísar málinn til dómstóla í Delaware, þar sem að fyrirtækið er skráð og ætla að láta hann fara fram á þar til gerða samninga. Það er svo 3. október sem Musk ákveður að ganga að dílnum og það er gengið frá kaupunum 28. október. Ef þið heldur að partíið væri búið þá var það ekki raunin. Þá byrjuði að leika memos að hann ætlaði að segja upp 75% af starfsfólki Twitter sem voru held ég 7.000 og eitthvað manns. Hann mætti í höfuðstöðuna með vask fyrsta daginn og tók mynd þar sem stóð Let that sink in. Hann tweetaði The bird is free og síðan hafa komið alls konar upplýsingar fram á sjónasviðið sem að heita The Twitter Files. World Cup var forritinu nokkuð gjöfult því notkun jókst jafnt og þétt og hann er búinn að birta gögn sem segja að Twitter hafa aldrei jafn mikið notað og síðastlega mánuð. Svo hafa þeir hérna verið að henda út fullt af nýjum features og mun örar en áður, þó ekki án mistaka en meðal annars var bannaði sólarhring daginn að vísa á aðra samfélagsmiðla í linkum. Það var dregið tilbaka. Í síðustu viku voru svo bannaðir aðgangar sem voru að stunda það sem heitir doxing. Veitir hvað það er? Nei. Doxing er þegar þú ert að birta staðsetning fólks. Útskýrðu fyrir okkur gömlu mönnum hvað það er. Án þeirra leyfis og þetta er orðið mjög vinsælt í Bandaríkjunum. Þetta með flugvéladar og þetta. Já, fólk er bara á svona flight trackerum að birta nánast í rauntíma hvar fólk með ákveðnar einkaflugvélar er. Það heitir doxing og samkvæmt lögum þá er þetta heldur bannað en þetta er eitthvað loophole að þú ert að birta þetta á Twitter. Hann sem sagt lendi í þessu og það er alltaf verið að fylgjast með honum þannig að hann tók þessa ákvörðun að banna þetta. Hætti við það sama dag því að hann fekk náttúrulega strax á sig að hann hafi keypt þetta fyrir tjáningafrelsi svo var hann strax byrjar að skerða það. Þannig að hann sá að sér þar og í kjölfarið hendir hann inn könnun hvort að hann er að stíga af stalli sem leiðtogi Twitter og var kosið niður og nú stendur leitin yfir að næsta leiðtoga. Tesla var niður 44% í desember eða fer niður 44% og er 68% niður á árinu sem gera það stærsta droppi þeirra stærstu. Það er að segja að Meta var af þessum topp 10 félögum Bandaríkjunum búið að falla mest á árinu en það er í dag Tesla þannig að ég er hættur að það er búið að kosta sitt að kaupa Twitter fyrir múskaran. Honum er algjörlega sama. Já, ég held það. Það er nefnilega málið með hann sko. En það er nóg eftir. Svo hafa verið nefnd hérna nöfn með eftirmenn, ekki það ég ætla að biðja okkur að giska hver að verður. Það er Sheryl Sandberg sem var rekstrarstjóri Facebook heil lengi. Rekstrarstjóri? Já, er það... Jú, það er Chief Operating Officer. Jú, en það er bara, það er svo fyndið að nota orðið rekstrarstjóra manneski sem að stýrir Facebook. Já. En hvað væri réttari þýðing? Er það ekki það? 10-11 eða eitthvað. Hún er framkvæmdastjóri. Í rauninni operating svona framkvæmdastjóri. Já. En COO, ég sá bara, skiptir ekki öllu. Hún hefur verið nefnd, Snoop Dogg hefur verið nefndur. Hann var sjálfur í samskiptum á Twitter við Mr. Beast hvort Mr. Beast takkið þetta að sér en svo hafa verið nefndir nokkri góður úr hans Insta-hring þar á meðal David Sachs kannstu við hvað það? Mér finnst bara merkilegt að sjá sko hvað margir ætluðu að hætta á Twitter ef hann myndi taka yfir en eru ennþá að tjási það. Já, einmitt. Já, plattforminu bara að vera betur og betur með hverjum deginu þannig að það væri synd að fara að hætta núna. Og það var hérna spurning frá hlustanda er viðskiptamaður ársins og uppsögn ársins hjá Elon Musk með Twitter eða Sólveig Önnu og Eflingu. Já, erfitt að greina þetta á milli sko. Er þetta að deila velurunum eða hvernig? Já, þau eru bara bæði. Já, deila fyrsta sætinu. En nei, þetta er náttúrulega búið að vera ævintýrlegt ár hjá honum.
Og hvað þetta ekki bara Já, stærsta viðskiptafrétt Bandaríkjanna eða Vestanhafs? Eitthvað annað? Já, Þetta var mest áberandi viðskiptafréttin. Já, sé það alveg hefur á verið títt rætt Já. þetta. Ég held að Eru þá ekki Ég held að við séum fara að vera tæmdir bara Já, Ekki? og, Jú Þannig að við bara kannski að lókum með einhver spá fyrir 23. Já, Bara spennið beltin. já, Spenniði beltin. Já, þetta verður þungt og erfitt ár, stórar áskoranir en þar leynast líka tækifærin Já, og þetta er það má minna á frábæra setningu Reagans þegar að Challenger gameskipið hafði sprungið lott upp fyrir allra augum og hann átti að flytja State of the Union sama dag, fluttið þeirri stað Magna Ávarp og Sjónvarpsár. State of the Union, hvað er það? Stefnuræða forsetans. og í lélegri lélegri íslenska þýðingu þá sagði hann sko framtíðin tilheyrir ekki hinum hugdeigu heldur hinum hugdjörfu. The future doesn't belong to the faint-hearted, it belongs to the brave. Og það á sama við ár eins og 2023 og annað að þeir sem eru reiðbúin að taka áhættu á grundvelli skynsemi þeir munu uppskera vel á nýja ári. ég held það Er þetta ekki bara fallið loka orð? Frábær lokaorð, Gísli og Stefán kæra þakki fyrir komuna. Já, Takk fyrir bóðið. Já, Og gleðilegt ár. gleðilegt Gleðilegt árið. árið. Bara kæru hlustendur. Loka skál í Já. tómum Já, glösum. já. Þannig að þá segjum við það. Heyrumst á nýja ári. Bye bye.